Góða kvöldið, kæru nágrannar og góði gestir í Hlíðum, Holtum, Norðurmýri og Háteigshverfi. Verið hjartanlega velkomin á íbúafund með borgarstjóra hérna á Kjarvalsstöðum á þessu fallega vetrarkvöldi í febrúar eftir kannski svolítið langan janúar. Og það er mjög viðeigandi að vera hér í hjarta hverfisins við Klambratún og ræða málefni hverfisins og framundan er skemmtilegt kvöld hjá okkur. Ég heiti Margrét Nordal og bý í hverfinu og þykir mjög vænt hverfið. Ég er formaður íbúaráðs miðborgar Hlíða og verð fundarstjóri hérna í kvöld. Við erum mörg hver orðin ansi sjóuð í fjarfundum og svona skapandi lausnum eftir síðustu 2 ár. Og þessi fundur sem hefur nú því miður verið frestað nokkur sinnum en hann er bæði hérna á staðnum á Kjarvalsstöðum og líka í streymi á netinu. Og við vöndum okkur við það og gerum okkar besta að gera öllum kleift að njóta hvort sem fólk er statt hér eða heima. Og ég ætla að minnast á það að fundurinn er textaður í útsendingu þannig að ef einhver þarf að því að halda þá er hægt að fylgjast með því. Dagskráin er á þá leið að borgarstjóri hefur leik og í kjölfarið sjáum við innlegg frá Stefáni Pálssyni íbúa í hverfinu sem ég held að sé einhvers konar ástarjátning til hverfisins. Ævar Harðarson fjallar svo samráð við gerð hverfisskipulags og Helga Bragadóttir segir okkur frá hugmyndum og vinnutillögum í hverfisskipulagi sem er núna í umsagnaferli og myndir af því hanga hérna einmitt á veggjum og fólk hefur verið að kynna sér það hérna fyrir fundin. Og svo að loknum þessum erindum þá gefst ykkur kostur á að koma með spurningar og vonandi höfum við bara góðan tíma í þann lið og það eru mörg sem hafa sendt inn spurningar fyrir fundin og það er einnig hægt að setja inn spurningar við streymið. Þannig að þið vitið að því og mér skilst að þessu sé streymt bæði á Facebook-síðu borgarinnar og á YouTube. Og bara svona, svo ég segi það að öllum spurningum verður svarað, ef þeim er ekki svarað hér á fundinum af því að það var mikið af spurningum sem barst fyrir fundin og væntanlega koma fleiri hér en öllum spurningum verður svarað. Og það og svörin liggja fyrir á netinu, ég fer betur yfir það á eftir. Og ég fer sömuleiðis betur yfir svona fyrirkomulagið á spurningunum hérna eftir. Og hérna frammi eru kassi og blöð þar sem fólk getur skrifað athugasemdir ef það hentar því að gera það núna á staðnum. Og það er hérna fólk frá hverfisskipulaginu sem getur aðstoðað við það. En já, ég held að ég sé bara búin að renna svona gróft yfir praktísk mál og hann Dagur borgarstjóri, hann er búin að vera á ferð og flugi í hverfinu undanfarið og rætt við mikið af góðu fólki hér og funda með ýmsum aðilum, til dæmis foreldrafélögunum, völsurum, stofnunum og bara fólki sem býr og starfar í hverfinu. Þannig að gaman að fá því í hverfið og ég veit að við notið þess að hafa hér aðsetur í vikunni og það verður bara gaman fyrir okkur að heyra frá þér það sem er framundan í okkar frábæra hverfi. Þannig að bara ég bið að gjöra svo vel, Dagur. Og gaman að sjá fólk. Man líður bara einhvern veginn þannig að maður fær alveg finnur fyrir hlýju í hjartanu að hitta fólk og vonandi getur við hist í stærri og stærri hópum eftir því sem maður líður fram á vorið. En ég vil líka fá að þakka fyrir frábæra móttökur hérna í hverfinu og það er alveg rétt að það er auðvitað bara algjör forréttindi og dásamlegt að fá að vera hérna á Kjarvalsstöðum. Við höfum verið að flytja skrifstofu borgarstjóra og nánasta samstarfsfólk á milli hverfana þegar við erum í þessum hverfaheimsóknum. Eiginlega alveg síðan Jón Gnarr tók upp á því að flytja skrifstofunum upp í Breiðholt fyrst. Og þeirri hugmynd stál ég og hefur verið að færa skrifstofun í öll hverfin í tengslu við hverfisheimsóknirnar en það sem er skemmtilegast er að hitta fólk og heyra af hugðarefnunum og Hlíðar eru auðvitað algjörlega dásamlegt hverfi og það er þetta dáleiðast bara að horfa út á Klambratúnið, fólk hér með hunda og það var par, ég veit ekki hvort þið sáu það, sem var að fara bara framhjá á gönguskíðum fyrir nokkrum sekúndum síðan, algjörlega dásamlegt. En þetta er síðan hluti af þessum hefðbundnu íbúafundum borgarstjóra sem hafa verið áratugum saman en þjappast núna þegar þetta hefur verið að frestast út af COVID. Hlíðarnar eru þetta rótgróið og gott hverfi. Það má segja að hverfishlutarnir
séu nokkrir og við ávörpum þá marga í því sem við tökum saman hér, en auðvitað gríðarlega mikið efni sem liggur fyrir til umfjöllunar hverfi núna þegar við erum að undirbúa hverfiskipulag. Og það má segja að fyrsta lotan af samráðunum það hafi verið fyrir nokkrum árum síðan og við fjöllum það á hverfafundum þá, en fulltrúar hverfiskipulagsins koma hér á eftir og fara ítarlegri yfir það og svo þetta að kynna sér það hér á veggnum. En í augnablikinu eru akkurat 11.621 íbúi í Hlíðum og þetta eru 5.000 rúmar íbúðir. Aldursskiptingin er nokkuð svipuð og í borgin almennt, en það hærra hlutfall fólks á aldrinum 25 til 34 ára ef við berum saman við önnur hverfi og ögn minna af elsta aldurshópnum, en annars þetta nú býsna nálægt meðaltalinu. Þetta þétt og gott hverfi, 3,2 ferkílómetrar. Þar af byggt land 2,3 ferkílómetra, þannig að mjög mikið opin svæði. Þar af 13 opin leiksvæði, 56,5 kilometrar af göng- og hjólastígum, 94 bekkir og 104 ruslastampar. Ég taldi þetta bara síðast í morgun, þannig að þetta alveg á hreinu. Mér langaði bara að byrja hérna þar sem við erum, á Klambratúninu. Ég veit að við tekið eftir að við höfum verið svona smá bæta við hlutum á Klambratúni. Allt byggir það á framtíðarsýn sem varð til fyrir rúmum áratug í kjölfar samráð sem við héldum meðal annars upp á Hlemmi með svona gulumiðum sem var mjög móðins þá og sem eru konum í leið á núna, en hverfisbúar lögðu inn sínar óskir og hugmyndir. Einn mikilvægur áfangi var torgi sem hérna fyrir framann og auðvitað sérstaklega fallegt á sumrin. Og svo hefum við verið að smá byggja upp svæðin. Torgið sést auðvitað betur hér á þessari sumarmynd og það var gaman að fylgjast með því hvernig hverfisbúar og aðrir gestir eru smá saman að læra að nota það meira og meira. Mér langaði til að sýna ykkur aðeins svona þessa heildarsýn að því að við erum að framkvæma hana í skrefum og hlut af henni meðal annars hugmyndir tjörn og svona meira útfærð leiksvæði heldur en núna, þó við séum að sjálfsögða virða gamla skipulag Reynis Vilhjálmssonar af Klambratúni eða öll að við erum kannski að koma því til framkvæmdar sem að baki bjó í upphafi og bæta þess við í takt við nútíman. Hér hugmyndir að meira útfærðu leiksvæði hjá sparkvellinum sem komið gervgras á hérna hinum megin og svo ætlum við að halda áfram að þróa leiksvæðin hérna í suðurátt á svona kannski nýstárlegan hátt. Hverfisbúar elska Klambratúnið og það var svolítið gaman að sjá að í hverfakosningunni í ár þá voru nokkrar hugmyndir sem voru kosnar inn á eða svona settar í forgang í gegnum það. Þið geta sjálfsagt ekki séð þetta frekar en nokkur maður, en þetta liggur allt saman fyrir á netinu. Það var mikið verið að kalla eftir gróðri meðfram Miklubraut, meðfram Kringlumýrarbraut, en líka almennilega æfingaaðstöðu. Það engu líkar en að kosningin hafa verið áramót þegar allir eru fullir af fyrirheitum að fara að þjálfa sig ennþá meira. Þannig að þetta kemur í ár ásamt almenningsstæðin fyrir hlaupahjól, æslabelg og ég veit ekki hvað og hvar, margar góðar hugmyndir sem komu. En annað grænt og mikilvægt svæði sem tengist Hlíðunum og eru þetta hluta af Hlíðunum Öskjuhlíðin. Og þar hafa sumir tekið eftir því að við fórum í samkeppni það útivistarsvæði og megin niðurstaðan var að láta Öskjuhlíðina að mjög miklu leyti í friði og leyfin að halda sínum karakter en þó gera hana aðgengilega fyrir okkur öll. Þannig að núna í fyrsta skipti komin göngustígur upp Öskjuhlíðina frá flugvallarveginu sem fær fyrir fólk sem þarf að nýta hjólastóla til þess að komast ferða sinna og það verður að ganga frá loka frágangi á þessum stíg núna meðal annars handriði, þarna verður falleg lýsing og svo framvegis
og verðlaunatillagan Öskjuhlíðina hét Perlufestin og tekur nafn sitt af í raun svona hringstígatengingu sem á að hlykkjast Öskjuhlíðina og kemur til framkvæmda í áföngum núna á næstu misserum og verður með fallegum áfangastöðum því að öll eldumst við, sumir eru fótafúnir og þá mikilvægt bæði inn í hinu byggða umhverfi og útivistarsvæðum að hafa áningarstaði og bekki og þetta geta líka verið fallegir útsýnistaðir eða bara staðir til að tylla sér og hvíla lúfum bein eða gera teygjuæfingar og það var landslag arkitektar sem unnu þessa samkeppni og mér sýnist þeir að hugsa fyrir því að sömu bekkir hendi sérstaklega vel fyrir svona business kallaða jakkafötum sem almennt ekki samt að hafa mikið samráð í Öskjuhlíðinni, það ekki góð reynsla af því. Nauthólsvíkin auðvitað bara perla og ótrúlegt til þess að hugsa það var bannað að fara þar í sjóinn áratugum saman áður en að strandlengjan var hreinsuð. Þessi mynd var reyndar ekki tekin í morgun en ég get sagt ykkur það að það var alveg dásamlegt hann í dag að því ég kíkti en við erum að fara í svolítið endurbætur í Öskjuhlíðinni þar á að bæta aðgengið, það mikið áhersla á aðgengi hjá okkur þegar kemur á útivistarsvæðum. Við ætlum að breyta stéttunum til að bæta aðgengi að innbæðinu og svo kemur nýr pottur svipaður þeim sem að fyrir við ætlum að hafa nýjan sérklefa og munaskáp og svo framvegis og þetta auðvitað potturinn sem þið þekkið og allir elska en hinn verður svona kallast á við þetta og það eru sömu hönnuðu þetta en þetta eiginlega bara til að bregðast við vinsældum því að þær eru miklar og ég laumaðist til að bæta hérna við myndum af formanni íbúðaráðsins sem var með Hjördísi Árnadóttur vinkonu sinni að pröfukeyra nýja hjólastólinn sem fyrir þá sem þurfa að styðjast við hjólastól en hefðbundnir hjólastólar henta illa í sandinum þannig að þetta sérstakur hjólastól til þess að sé auðveldara að fara í sjósund fyrir fatlað fólk eða fólk með fötlun öllu heldur og gaurarnir hérna sem að hlaupa þeir báðum alveg sérstaklega að setja þessa mynd á Facebook sem þeir sá að ég var að taka af sér sem ég hef þegar staðið við en bæti því við að hafa það hérna með á íbúafundinum þó þau séu nú ekki mættir. Íþróttir hverfisins mætti mikið segja. Valsliðinu gengur vel, einkum kvennaliðinu þó síðastliðið sumar en auðvitað hefur Valur verið sigursælt og það mikil aðsókn að það meira segja að fara að þrengja að þeirri miklu uppbyggingu sem hefur átt sér stað í íþróttum undanfarin ár. Þannig að við hefum núna í viðræðum við Valsmenn og Hlíðarenda næstu skref í uppbygginguna á Hlíðarendasvæðinu meðal annars fjölnota hús og frágang valla í tengslu við frekar uppbyggingu á svæðinu og þar með talið fleiri börn. Að þessum skóla- og frístundastarfi, það mjög mikil degla þar, bæði erum við að fjölga leikskólum á svæðinu og það hverfin að yngjast upp. Við erum nú fyrir með 6 leikskóla í Hlíðum, þar sem eru 500 börn, við erum með 4 grunnskóla með 1200 nemendum, 2 sérskóla með börn af öllu höfuðborgarsvæðinu, Klettaskóla og Brúarskóla. Frístundaheimilin eru mjög framsækin og það engin borgarhluti með jafn mikla aðsókn í frístundir barna eins og hér sem segir nú margt gæðin og það gríðarlega ánægð með þetta starf eins og raunar starf leikskóla og grunnskóla líka. Unglingarnir eru til fyrirmyndar og við erum að ala upp efnilegustu kynslóð allra tíma og þau leggja ýmislegt gott til, meðal annars breytingar á sundkennslu sem hefur verið svolítið til umræðu en það var fulltrúar úr ungmennaráði Vesturbæjar miðborgar og Hlíða sem lögðu til breytingar á því fyrir unglingarna, þar að segja þá unglingar sem hefðu þegar
náð hæfnisviðmiðum í aðalnámskrá. Það sem að gerast í skólastarfi bara mjög margt. Við erum með nýja menntastefnu sem að hefur það kjörorði að allir geti látið drauma sína rætast. Við erum að þróa skólastarfi meðal annars með notkun nýrra tækni, þannig að núna í vetur eru allir krakkar og unglingastigi að fá snjalltæki, fartölvu eða iPada svokallaða, og það ákveðið í hverjum skóla hvernig þetta nákvæmlega útfært. Þetta til þess að allir á unglingastiginu geti haft aðgang að því, þannig eitt á mann. Og þetta kostar, en við teljum þetta góða fjárfestingu til framtíðar. Við erum líka að hugsa og þétta samstarfi milli velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs þegar kemur að því að styðja við börn með þjónustuþarfir og öll börn geta þurft aukna þjónustu á einhverju skeiði og við erum að endurskipuleggja það til að styðja betur við inn í skólana hvað þetta snertir. Síðan heilmikil umræða það að Reykjavíkurborg hafði kauprétt á Vörðuskóla, leysti hann til sín og við erum í heilmikilli stefnumótun með skólasamfélögunum hvernig Vörðuskóli verði best nýttur og hvaða sóknarfæri kunna að vera í því. Þar erum við að kortleggja bestu leiðir til að bregðast við því að við erum að spá áframhaldandi fjölgun barna til næstu 10 og 15 ára í hverfunum og við vitum að skólarnir eru fyrir býsna þéttsetnir, það að segja einkum Háteigs og Hlíðaskóli. Þessar tölur eru þarna við enda salarins ef einhver vill fara betur yfir þær. En í grunninn að þá var skólasamfélagið kallað til og teiknaður upp 5 mismunandi sviðsmyndir hvernig væri hægt að þróa skólastarfið. Nokkrar þeirra fela í sér safnskóla, svipað og við þekkjum í Vesturbænum, þar Hagaskóli safnskóli fyrir alla unglinga í Vesturbænum og meðan hinir skólarnir eru upp að unglingastigi. Ein sviðsmyndin eins og þar sem ég var alin upp í Árbæjarskóla, þar sem eru skólar sem ná upp í 12 ára aldurinn og síðan safnast allir unglingar í Árbæjarskóla sem samt líka með yngri deildir. En þarna eru líka hugmyndir sem ganga alls ekki eins langt, að það sé safnskóli fyrir unglinga í 2 skólum en byggt við þann 3. og variasjónir á þessu. Ég fer bara svona lauslega yfir þetta vegna þess að þetta í heilmiklu samráðsferli. Það eru hægt að skila umsögnum til 15. febrúar, það var framlengt og foreldrafélögin og skólaráðin að gera það. Í byrjun mars verður síðan haldið sérstakt barnaþing þar sem að þessi mál verða rædd við börnin og athuga hvort að þau hafi sömu sýn á þetta og foreldrar þeirra eða hversu fjölbreytt hún Við höfum strax séð að það eru ýmsar spurningar sem vakna og hugmyndin svo að hafa vandað ferli, þetta ekkert sem að fara að gerast næsta haust, til þess að við getum svarað spurningum og þróað þessar hugmyndir í góðu samtali við samfélagið. Íbúaráðið sem að Margrét fer fyrir auðvitað lifandi lýðræðisvettvangur fyrir hverfið. Það hafa verið svolítið breytingar á þessu kjörtímabili. Við höfum gert tilraun með því að hafa slembivalinn fulltrúa. Þá íbúi af handahófi valinn og við erum svo ótrúlega heppin í öllum hverfum að þetta hörku fulltrúar sem taka hlutverk sitt alvarlega og ég fekk að kynnast Jóni Magnúsinni hér fyrr í kvöld sem slembivalinn fulltrú íbúa, þannig líka fulltrúar foreldrafélagana og nærsamfélagsins auk þeirra sem eru kosnir beint af borgarstjórn. Velferðarmálin eru mikilvæg í öllum hverfum borgarinnar og þeim sérstaklega vel sinnt hér í Hlíðum og í nálægum hverfum. Það þjónustumiðstöð Vesturbæjar miðborgar og Hlíða sem svona heldur utan það. Það áttar sig fáir á hvað það mikil þjónusta inn á fjölmörg heimili í borginni í hverri viku og raunar á hverjum degi. Það eru 500 manns sem að vinna í tengslum og á þjónustumiðstöðinni. Fæstir inn á miðstöðinni sjálfur heldur út í samfélaginu að styðja við fólk í alls konar aðstæðum og það sem sérstakt hér og sérstaklega auðvitað tengslum við miðborgina að hér eru fleiri sem búa við heimilislausi og eru á jaðri samfélagsins
og það ýmsar áskoranir sem fylgja því og þjónustumiðstöðin hér sérhæfð á þessu sviði. Og það hefur verið heilmikil uppbygging í þessum úrræðum og stuðningsúrræðum sem hægt væri að fara yfir í löngu máli. Það líka búsetukjarnar fyrir fólk með geðrænavanda og vin á Hverfisgötunni sinnir þar líka hlutverki, og síðan er ný verkefni sem ganga út á heilsueflingu fyrir eldri borgara í samvinnu við íþróttafélögin og því það er að gera mæta þar til þess að teygja úr sér, og þetta erum við að reyna að gera alla borg og hefur tekist mjög vel til nema í nafninu á IR eldri borgurum, að því að þeir skammstöfuðu það IRA og ætluðu síðan að fara í keppnisferð til Englands en hættu við. En vettvangstími með utangarðsfólki er magnað og þarna höfum við stigið alveg gríðarlega stór skref og gert betur, en þetta, ég leyni því ekki, þetta er mjög flókin þjónusta og sem betur fyrir erum við frábært fólk. Ég heimsótti í vikunni Konukot sem er úrræði fyrir heimilislausar konur og hér er mynd úr þeirri heimsókn og Halldóra forstöðukona er þetta fremst. En svo það samfélagshúsin sem eru með alls konar fjölbreytt félagsstarf og eru með leiðir til að láta kynslóðirnar kynnast og svo framvegis. En nóg það. Ég fer svolítið hratt yfir, ég viðurkenni það. Það er mjög mörg að taka. Samgöngumálin eru hluti af þessu. Við erum að innleiða hámarkshraðaáætlun eftir ákall íbúa í raun úr öllum hverfum. Erum búin að lækka hraðann á Snorrabrautinni í 40 og það verða tekin skref núna í Lönguhlíð, Nóatúni og Flókagötu og þið sjáið í raun að þessi grænu svæði, þetta eru 30 km svæðin og bláu strikin eru það sem er herra, 40 og sumstaðar 50, en þeim fækkar og það er í takt við íbúana. Raunar voru við hvött af íbúaráði Hlíða að ganga ennþá lengra. En þetta eru allavega skref sem hafa verið tekin núna. Við höfum líka verið að taka nokkuð stór skref í að fækka bensínstöðvum. Hér er staðan í dag, vinstra megin, og þarna eins og hún verður eftir nokkur ár, þá erum við að reyna að fækka bensínstöðvum inn í hverfunum, minnka umferð og sérstaklega óþarfa umferð þar, en það verða eftir bensínstöðvar við stoppbrautirnar. Og hér er auðvitað sérst að við erum að byggja mjög víða borgina, meðal annars í þessu hverfi, og ég ætlaði að fara aðeins yfir svona það helsta. Hér erum við á Háaleitisbraut 1, þetta er lóð Valhallar Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn er þétta byggð og þarna, og þetta eru skýringarmyndir úr deiliskipulagi sem er bara að fara í auglýsingu núna á næstu vikum. Gamla Þóskaffi er að fá andlitslyftingu loksins og er verið að breyta því í íbúðir. Þetta er þróun sem er víða í Holtunum. Það er verið að taka gamalt atvinnuhúsnæði og annað húsnæði í gegn og víða verið að breyta í íbúðir. Svona þetta líta út þegar þetta verið allt búið. Annað dæmi er Skipholt 1. Þarna voru áform hótel en þarna er búið að samþykkja núna íbúðir. Þetta er á nokkrum stöðum þar sem átti að vera gisting en koma íbúðir í staðinn. Það er verið nýbúið að klára og ég heimsótti þessar íbúðir í vikuna, alveg frábærar íbúðir fyrir eldri borgara á vegum Samtaka aldraðra í Austurhlíð. Þarna eru íbúðir seldar á kostnaðarverði og á næsta reit við er verið að klára stúndaíbúðir. Þetta er meira að segja komið lengra en sést á þessari mynd og á að verða svona þegar allt verður komið. Einn af þéttingarreitunum sem var nokkuð umdeildur var sjómannaskólareiturinn og þar var fallið frá því að byggja á honum eins þétt og hugsa var, en þarna á að byggja fyrir eldri borgara sem eru þá tekjulægri á vegum byggingafélags eldri borgara, félagsbústaðir verða þarna og íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur.
en það var saltfiskmóinn var verndaður og við hættum við að byggja stúdentaíbúðir þar sem að gróðurinn sést hjá Vatnshólnum og þetta mynd af því sem þetta, eins og þetta verður þegar búið verður að byggja þarna. Þannig að þarna var aðeins dregið í land. Í Þverholtinu líka verið að þróa íbúðir á 2 stöðum, Þverholti 18 og 13, 13 gamla Gutenberg. Það verið að byggja við gömlu Þóroddsstaði í Skógarhlíðinni og HR að byggja stúndagarða við Nauthólsveg. Það mjög skemmtileg þróun sem mun eiga sér stað í tengslum við borgarlínuna þarna. Komum meira því á eftir en við erum að fara að kynna deiliskipulag í samvinnu við Háskólann í Reykjavík þar sem borgarlínan kemur yfir brúna, yfir Fossvoginn og fer að Háskólanum í Reykjavík undir þaki þar sem stöðin verður og þarna verða svona nýsköpunarsetur og íbúðir og fleira. Það sem ennþá nær okkur auðvitað hér Hlemmur og Hlemmtorgið. Þar höfum við lengi talað að fara í andlitslyftingu en núna það að fara fyrst í auglýsing og deiliskipulagi núna næstu vikur og í útboð fyrir sumarið. Þetta verður tekið í áföngum og við byrjum hér á götunni sem heitir Laugavegur og Laugavegur og gengur þar en þarna verður áhersla á mannlíf, vatn, þar að segja svona gosbrunna og gufu, þarna verða kaffihús út á torgi, svið og ótrúlega skemmtilega breytingar. Gamli Norðurpóllinn sem var nú fyrsta kaffihúsið í Reykjavík kemur aftur inn á Hlemmtorg. Hann var Hverfisgata 145 ef ég man rétt eða 141 og hefur verið í geymslu og verða svona litlar byggingar en áhersla á mannlíf og torgið sjálft. Heklureitur að klárast í skipulagi, nú erum við að fikra okkur upp Laugaveginn og þetta reyndar séð frá Skipholt ekki satt. Og hér erum við komin Laugavegsmegin og þetta verður nokkuð mikil uppbygging eins og Hlíðarenda. Þar eru komnir 4 reitir og 2,5 í auglýsingu til viðbótar og síðan erum við að fara að sjá í raun allt þetta svæði umbreytast í tengslum við útfærslu á Miklubraut í Stokk. Þetta eru lóðirnar sem í þá á að fara að byggja á næst þarna og það má segja allt gengur þetta upp í stóru plani sem við köllum einu nafni græna planið sem sýn Reykjavíkurborgar, fjárfestingaráætlun og þróunaráætlun til næstu ára. Græna planið felur í sig aðgerðir í fjármálum, loftslagsmálum, samgöngum, atvinnumálum, stafrænni umbreytingu, mjög mikil áherslu á grænu svæðin og varðveislu þeirra og þróun þeirra, en þetta eru líka áherslur á lýðheilsu og þessar samfélagslegu þætti. Það á langt mál að fara yfir allt þetta en ég vildi enga síðan nefna þessa svona stóru framtíðarsýn sem að baki þessu. Hún hins vegar ekki stór og óáþreifanleg í þeim skilningi að hún sé abstrakt, heldur reynum við að heimfara hana á hvert og eitt hverfi gegnum aðalskipulag sem með stórlínunar og síðan hverfaskipulag. Og það verður kynnt hér á eftir fyrir Hlíðarnar og ég hvet ykkur til að fara inn á síðuna hverfiskipulag.is en ég ætla ekki að dvelja lengi við hverfiskipulagið því það verður kynnt hér alveg sérstaklega á fundinum og ýmsar hugmyndir sem eru umræðuna virði eins og hugmyndum Holtatorg við Skipholt og Einholt. Það eru ýmsar framkvæmdir í gangi eins og framkvæmdina við Litluhlíð þar sem að koma undirgöng og hjólastígur sem síðan mun halda áfram niður Skógarhlíðina og þessum framgangi á að ljúka núna í maí ef upplýsingar mínar eru réttar. Við erum líka að taka í gegn leikskólalóðir, þetta á Klömbrum og hér erum við líka að gera ýmislegt gott á lóð Hlíðaskóla en ef að mig misminnir ekki þá var líka kosinn körfuboltavöllur í hverfi mitt í kosningunni sem kemur þá inn á Hlíðarskóla.
Ég hvet ykkur til að kíkja á tillögurnar sem voru kjörnar og eru hugmyndir frá íbúum sjálfum í hverfi mitt því að það eru margar góðar. En að síðustu þá vildi ég fara hér yfir hvar við stöndum varðandi áformin Miklubraut í Stokk. Þetta var eitt stærsta málið á íbúafundi hér fyrir 4 árum og eitt af því sem ég hef lengi lagt mikla áherslu á og svo athyglisvert við þetta mál að ég finn að ýmsir einhvern veginn finnst þetta vera svona hugmynd sem eiginlega of góð til þess að vera sönn. Það geti eiginlega ekki verið að þetta verði í alvörunni. En 2018 þegar við vorum að ræða þetta hér að þá höfðum við verið að prófa mismunandi lausnir í samtali við íbúa og 90% íbúa vildu frekar Miklubraut í Stokk heldur en að reyna að breyta Miklubraut í einhvers konar breiðgötu og hægja á umferð, höfðu bara ekki trú á því að það myndi ganga. Þannig að við settum þetta á oddinn og rúma ári síðar eða í hausti 2019 að þá var gert heildarsamkomulag fyrir höfuðborgarsvæðið til næstu 15 ára samgöngumál sem fékk heitið Samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins og þar var Miklubraut í Stokk eitt af áherslumálunum á fyrsta 5 ára tímabilinu og þetta hefur því verið í undirbúningi síðan. Það sem gerðist bara núna í morgun var að eftir að við höfðum kallað eftir hugmyndum frá 5 hópum arkitekta og verkfræðistofa á Íslandi og reyndar sumir með erlendum þátttökundum að þá valdi skipulagsráð eina tillögu til þess að vera aðaltillagan til þess að vera unnin áfram og hún hér númer 2 að því allar 5 hanga hérna uppi, getur skoðað þetta eftir og það tillaga sem að Yrki arkitektar, DLD og fleiri stóðu fyrir. Þetta eitt af torgunum sem myndast ofan á Stokknum og hér annað rými, aðeins erfitt að átta sig á þessu en þetta Arnarhlíðin, gatan sem fer nýja hverfið á Hlíðarenda og tengist beint upp á Snorrabraut. Ég ætlaði hins vegar að enda hér á að sýna ykkur 3 mínútna myndband sem lýsir þessari tillögu vegna þess að þá fær fólk miklu betri tilfinningu fyrir því hvað við erum að tala þegar við erum að tala skipulagið sem kemur ofan á þetta Stokkasvæði. Við erum í raun að tala það að sameina hlíðarnar. Við erum að tala það að þessi gegnumstreymisumferð sem svo einkennandi næst Miklubraut, hún fer undir, á yfirborði verður þá borgarlína, hjólandi og gangandi og bara róleg umferð, mestalagi það sem á erindi í hverfið. Það opnast gönguleiðir, almenningssvæði, torgsvæði í tengslunum yfir á Hlíðarenda og manni líður ekki eins og Öskjuhlíðin sé einhvers staðar lengst í burtu heldur mun þetta svona þétta svæðið en nú held ég þurfi smá hjálp við að koma myndbandinu í gang, ekki satt. Þetta enda mjög gott myndband líka, þetta bara annar hópur. Það samt kannski aðeins að tala þá bara að því að það kemur ekki fram í myndbandinu. Hvað erum við að tala í tíma? Þetta 15 ára tímabil sem að samgöngusáttmálinn nær yfir og ástæðan fyrir því að Miklubraut í Stokk á fyrsta tímabilinu eins og raunar Sæbrautarstokkurinn, það talað það að vera líka með stokk á móts við nýju Vogabyggðina sem inni í Elliðavogum að þetta hlut af því að koma borgarlínunni fyrir þar sem hún annars
væri mjög þrengt að henni eða hún yrði hluti af almennri umferð. En það auka ástæða fyrir því að það sérstaklega brýnt að Miklabraut fari í stokk snemma á þessu 15 ára tímabili hér vestur frá. Það vegna þess að það verið að vinna að því hörðum höndum að steypa upp og byggja nýjan Landspítala. Tímaáætlanir þar ganga út á að Landspítalanum verði lokið og það verði hægt að hefja starfsemi þar 2025-2026. Og við viljum alls ekki að það verði þannig að daginn sem að Landspítalinn ætlar að opna að þá verði byrjað að grafa fyrir Miklubraut í stokk. Það væri frekar klaufarlegt, þannig að hugsunin sú að nýta þennan tíma vel og Vegagerðin að bjóða út núna frumhönnun á bæði þessu verkefni og Sæbrautaverkefninu til þess að halda dampi og auðvitað þar, því ekkert að leyna, þetta eru flókin verkefni, þannig að það að mörg að hyggja. Það meðal annars að svara spurningum hvernig umferðin kemst á meðan á framkvæmdinni stendur. Það eitt af því sem flókið að svara í þessu, en hitt eru allir sammála að þegar að þetta verður komið, að þá verður það gjörbreyting fyrir Hlíðarnar og allt þetta svæði. Ef að tæknimenn geta bara komið með tölvuna mína, þá ég með rétt myndband í tölvunni minni sem ég á mjög auðvelt með að tengja hér og ræsa, held ég. Já. Já. Ég fæ skýrt merki að, þetta gerist nú ekki oft, en ég fæ merki að tala meira. Þetta borgarstarfsmenn eða verktakar? Þetta eru reyndar kannski einhver blanda. Já. Eigum við kannski bara byrja bara að taka einhverjar spurningar frekar en að hleypa næsta lið að? Já, eitthvað... það komið, Haukur? Nei, það var mikrofóninn. Já. Afsakið, ég glemdi mér að við erum á 2 stöðum í einu. Já, tökum spurningu. Einhver sem vill réða vaðið með spurningu, það mikrofón sem verður réttu til ykkar. Þannig að þau myndu bara rétt upp hendi, kynna ykkur og hafa spurninguna bara svona stutt og kjarnaða. Það mikrofón? Já, mikrofónin á leiðinni. Takk fyrir þennan fund og heyrist eitthvað í mér eða hvað? Flott. Og þessa glæslegu kynningu og þau störf sem hefur verið með. Það tvennt sem ég ætlaði að nefna. Það annars vegar bílastæðamál. Það byggt og byggt og byggt, en ég myndi leggja til að það hafði bílakjallarar undir öllum nýbyggingum. Ég nýfluttur hérna í Austurhlíð 12 og þar við í vandræðum með bílastæði. Og þá verið að byggja fyrir 100 íbúðir við hliðina okkur fyrir námsmenn og það eitthvað örfá bílastæði þar. Annað það með örfussi og oljuna sem kemur þar á landi og fer svo í gegnum bæinn og fyrst og her og það fer nú að minnka eitthvað sem fer til næsta nágrinni ef það gengur eftir sem við talar Stendur eitthvað til að þessu oljutankar þar hverfi svona á meðan ég lífi sem nú Nýræðarsaldi? Takk fyrir. Já, ef ég byrja á bílastæðunum að þá liggur fyrir býsna skýr stefna og það gert svokallað samgöngumat á hverjum einasta uppbyggingarreit og þar sem að þú nefnir réttilega að hjá Samtökum aldraðra þar eru til dæmis kjallarar undir en í stúndaíbúðum þá minna af bílastæðum og það byggir á mati að það þurfi ekki jafn mikið. Og við auðvitað í þeim leiðangra að vilja hvetja til svona virkra samgöngumáta og gera þá þannig garða að þeir séu eftirsóknarverðir.
Varðandi olíutankana að þá get ég nú ekki lofaði neinni dagsetningu í því. Hins vegar ef við erum að fasa út jarðefnaeldsneyti hratt að þá auðvitað brestur grundvöllurinn fyrir þeim jafnhratt, myndi ég halda, sérstaklega eftir að við fluttum í raun allt flugvélaeldsneyti sem var nú geymt þarna tíma út í Keflavík. Það eins og þannig með olíutankana meðan það olía sem keyrð út á bensinstöðvarnar að þá létum við gera svona öryggisathugun á því hver væri besta staðsetningin og þessi staðsetning illskárri en flestar aðrar sem til greina komu vegna þess að aðalhættan ekki af stöðinni sjálfri heldur akstrinum með olíuna og það virðist bara vera þannig, sögðu þessi dönsku ráðgjafar, að það mikið af bensín og olíu sem selt svona að meðaltali nála þessari staðsetningu miðað við þær aðrar sem koma til greina að þeir lögðu ekki til að það yrði horfið frá þessari staðsetningu. Hvað segir það myndbandamálum? Viltu taka Tökum aðra spurningu. Eina aðsenda spurningu kannski? Já. Á netinu sem barst fyrir fundinn og það Kristjana Kristjánsson sem spyr leikskólamál. Nú ég einstæð með 7 mánaða gamalt barn, í skóla, ég svo heppin að góða allir hjálpa mér, en ég á ekki von á að fá pláss fyrir barnið á leikskóla í hverfinu fyrir orðin 1,5 til 2 ára. Hvað verið að gera í þessum málum? Já, frábær spurning og við höfum verið að greina það að það mismunandi barnaþróun í mismunandi hverfum og þetta eitt af þeim hverfum þar sem töluvert að fjölga börnum. Þannig að í áætlun sem við köllum Brúum bilið sem hafði upphaflega það markmiði að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla sem þá 12 mánaða aldurinn 2023 og sýnist okkur við verið að taka inn þau börn sem verða orðin 12 mánaða og þá eldri í september í haust. Það sé áður en við byggumst við. Í þessu hverfi að þá eru nokkrir nýjir leikskólar að bætast við. Ungbarnaleikskóli hér inn á Höfðatorgi, þar sem heitir Brítatún. Við erum að tala nýjan leikskóla á Hlíðarendasvæðinu. Við erum að tala nýjan leikskóla hér upp í Ármúla sem aðeins lengra frá. Við erum að taka gamla Safamýraskóla í gegn, þar verður líka nýr leikskóli og aðeins lengra frá erum við að taka arkitektastofu og hjálpatækjaverslun í gegn og breyta í leikskóla á Klessveginum. Þannig að það að fjölga mjög hratt leikskólum hér á þessu svæði og líka lóðinni fyrir aftan Austurbæjarbíó, þar sem kemur miðborgarleikskóli svokallaður, þannig að ég held við getum gert okkur býsna góða vonir að Kristjana ætti að fá skýr svör það núna á vormánuðum hvenær hún kemur sínu barni að næsta haust. Gott að heyra. Þá fáum við rétt myndband og það hópurinn sem leiddur var af Yrki meðal annars sem kynnir sína tillögu að skipulagi ofan á Miklubraut í Stokk svona. Það var meiri ferð á þessu þegar ég sá þetta, já, einmitt. Svæðið yfir Miklubrautarstokk kjörið undir íbúðir og þjónustu í góðum tengslum við kjarnastöð borgarlínunar. Hér svæðið í stærra samhengi. Hlíðarhverfið, Klambratún, Norðurmýrin, Landspítalalóðin og Valsvellirnir. Og hér Miklubrautarstokkur sem tengist bústaðaveg og bílakjallara. Þetta svæðið sem afmarkar okkar tillögu. Hér má sjá nýju byggðina, íbúðar og þjónustuhúsnæði, græn svæði, þar með talin almenningsgarðar og torg. Kjarnastöð borgarlínu við gatnamót Burknagötu og Snorrabraut og þaðan lagðir göngu- og hjólastígar sem tengjast svæðinu. Blái liturinn sýnir atvinnu- og þjónustustarfsemi við kjarnastöðina. Guli liturinn sýnir íbúðabyggð með þjónustustarfsemi á jarðhæðum og þarna sjáum við nýja Landspítalann.
Hér horft til norðurs eftir nýju Snorrabrautinni sem lífæð nýju byggðarinnar með verslunum, þjónustu og íbúðum. Við nýju Snorrabrautina Herdísartorg, sólríkt borgartorg við kjarnastöð borgarlínu. Frá Herdísartorgi liggja göngu- og hjólastígar til suðausturs almenningsgarða og torg íbúðabyggðarinnar. Vindum okkur næst í greiningar nýju byggðarinnar. Hér yfirsýn yfir svæðið og næsta nágrenni. Blái liturinn táknar atvinnu og þjónustuhúsnæði, en sá guli íbúðir. Þessi greining sýnir flæði sólarljós byggðina. Þessi greining sýnir hlutfall dagsbirtu og skuggavarp. Hér má sjá greiningu á vindstrengjum í algengustu vindáttunum. Og hér niðurstaða þeirrar greiningar. Í lokin greining á áhrifum umferðar. Kjarnastöð borgarlínunar við hjarta þessarar nýju byggðar sem býður upp á fjölbreytt borgarlíf, þar sem samgöngumátar okkar tíma njóta forgangs. Gott klapp. Þetta mætti hafa mjög langt mál og við með inn á sérstakri heimasíðu öll þessi gögn sem hægt að skoða í ítarlegu máli, texta og svo framvegis. En þar sem þið sáu þarna í restina sem að svolítið áhugavert að þessir hópar hafa notað í raun nýja tækni til þess að herma vind, sólarljós, hljóðgæði og slíkt á þessu stigi í skipulagsvinnunni sem sýnir okkur að þessi nýji hverfisluti getur orðið skjólríkur, með góðri hljóðvist og í raun unaðslegur til samvista og útiveru í þessu bili sem verður til á milli húsanna. En nú minni yfirferð lokið, ég kem aftur hérna eftir og til ég að svara spurningum, en þakka fyrir mig að sinni. Já, takk kærlega Davíð fyrir þessa yfirgripsmiklu yfirferð sem hefði auðvitað verið hægt að taka miklu meiri tími í að fara dýpri í, en mjög gott að fá þetta margt spennandi á döfunni, heldur betur. Og það bara algjör forréttindi að búa hérna, maður getur alveg sagt það og mér veist ég hafa séð hverfið dafna og vaxa mikið á þeim 10 árum sem ég hef búið hérna með við Snorrabrautina, þannig að ég bara hlakka til að sjá það vaxa áfram og dafna. En nú ætlum við næst að sjá það sem ég held að sé ástarjátning til Hlíða og það erindi sem heitir, eða myndband sem heitir Hlíðar eru sögulegt hverfi með hlýtt hjarta og það frá Stefáni Pálssyni, íbúi í Hlíðunum. Ég búinn að búa í Hlíðahverfinu í 10 ár og var svo í tæpan áratug þar á undan í Norðurmýrinni, þannig að þetta svona nokkurn veginn á sömu þúfu og algjörlega hæst ánægður. Náleiðin við miðbæinn og þá var náttúrulega staðsettingin algjörlega brilljant og svo samin þetta hverfi dálítið kosti þéttbýlisins og þess að geta svona skotist út í náttúruna. Ég held að allir krakkar og táningar hafi farið og gleymt sér í Öskjuhlíðinni, farið í gamla grjótnámið fyrir ofan Keiluhöllina, þar sem í dag síðan orðið vettvangur fyrir alls konar leiki og larpara á kvöldin og þar fram eftir götunum. Skógurinn náttúrulega bara þéttur og skemmtilegur. Og maður allstaðar í hverfinu myndur á þessa gömlu sögu. Hinum megin við Miklubrautina síðan svona ákveðin kjarni í hverfinu sem Miklatúnið eða Klambratúnið. Og alveg með ólíkindum að sjá hvernig fólk
fólkið sprettur fram þegar að það koma hlýju vordagarnir og bara lífið sem er þar alveg langt fram á nótt og var ekki svona mikið fyrir bara 15 árum síðan. Og við kunnum betur að nýta þessi opnu svæði, almenningsgarðana, mjög skemmtilega breytingar sem hafa líka átt sér stað þarna á túninu. Norðurmýrin svo aftur alveg kapitulúta fyrir sig sem svona allt öðruvísi hverfi heldur en gerist og gengur í Reykjavík vegna þess að yfirleitt þá hafa hverfi í Reykjavík og bara á Íslandi alltaf verið hönnuð út frá útsýni. Norðurmýrin hugsuð út frá skjóli. Þetta veðurparadís. Það nú það sem ég sakna mest eftir árin í Norðurmýrinni. Það voru löngu hlýju kvöldin inni í hverfinu vegna þess að í Norðurmýrinni þar bærir aldrei vind. Já. Já, við bara verðum að þakka Stefáni kærlega fyrir þetta fallega og rómantíska innlegg. Bara mann fær alveg hlýtt í hjarta að horfa á þetta. Og ég get tekið undir allt sem kom þarna fram. Nú ætlum við að vinda okkur yfir í hverfiskipulagið sem Dagur kom aðeins inn á og þau eru 2 hérna sem ætla að koma og kynna það. Og hann fyrstur Ævar Harðarson, arkitekt og deildarstjóri hverfiskipulagsins. Og hann ætlar að segja okkur frá samráði við gerð hverfiskipulagsins sem hefur staðið yfir í nokkur ár með aðkomu margra. Gjörðu svo vel, Ævar. Góða kvöldið. Við, já, svona þetta. Ég ætla sem sagt að segja ykkur frá þessu samráði sem við höfum átt í hverfiskipulagi og svona fara aðeins yfir þessa sögu og síðan hvað gerist næst. Aðeins svona til upprifunar, þá aðeins að skipta gleraugu fyrirgefði. Sko hverfiskipulag, þetta deiliskipulag fyrir Grónabyggð. Við erum að sameina eldri deiliskipulag og setja deiliskipulag þar sem þau vantar. Það vantar nokkur deiliskipulag í hlíðarnar og meðal annars í Norðurmýrinni. Við erum að taka mið af helstu óskum íbúa breytingar og setja þá í skilmála. Við erum einlega að sjá lykilstóður vistvæna byggð, meðal annars til að gera hverfin í borginni vistvænni, sjálfbærar og meira heilsueflandi. Það verið að bæta þjónustu í hverfunum, fjölga íbúðum, styrkja hverfiskjarna og svona eitt og annað. Og síðan erum við með nýja hverfasjá sem á svona að stytta málsmeðferð og einfalda upplýsingagjöf alla. En við vinnum þetta hverfiskipulag á grundvelli aðalskipulagsins. Þaðan fáum við stefnuna, þaðan fáum við líka það sem kallast 7 lykilstóður vistvæna byggð og þetta eru svona þau atriði. Þetta gengur í gegnum alla vinnuna. Við greinum styrkleika og veikleika hverfana, gerum síðan tillögur, vinnutillögur, mótum stefnu og endanum gerum skilmála. Við vinnum sem sagt hverfiskipulag á grundvelli borgarhluta. Það í dag í borginni 10 borgarhlutar og við erum sem sagt kláruðum hverfiskipulag í Árbæ 2019 fyrir 3 hverfi þar. Hverfiskipulag fyrir Breiðholt fyrir 3 hverfi þar sem sagt hjá skipulagsstofnun núna og verður vonandi tekur gildi núna í febrúar vona ég. Við höfum verið með sem sagt kynningu á vinnutillögum í háleitu bústöðum og hlíðum í október og nóvember og ennþá stendur yfir þessi kynning á hlíðunum. En við erum síðan að gera ráð fyrir því að vinna úr þessum athugasemdum og ábendingum sem fáum við þessar vinnutillögur og reyna að koma þessu í svona loka búning á vormánuðum. Þetta eru afurðir hverfiskipulagsins, það eru svona skilmálar, það eru prentuð skipulagsgögn, það eru leiðbeiningar og alls konar svona skýringagögn. En við steypum þessu öllu saman í það sem við kallum hverfasjá sem svona rafrænt skipulag sem á þá auðvelda svona þeim sem þurfa að nota skipulagið að finna út hvað má og hvaða reglur gilda. Ég kom hérna til þess að tala svona samráðið.
Samráð í hverfisskipulagi sem sagt skilgreint vinnuferli sem byggir á lýðræðisstefnu borgarinnar og þetta nú svona bara í einföldu máli þannig við reynum að hlusta á það sem íbúar hafa að segja, við svona rýnum það sem fyrir, breytum og upplýsum. Við vinnum sem sagt hverfisskipulagið og samráði, það unnið svona í 3 fösum, eins og við köllum þetta. Í fyrsta fasa þá byrjum við nánast með autt blað, nema svona þessar forsendur sem við fáum á aðalskipulaginu og síðan í öðrum fasa þá erum við sem sagt að kynna vinnutillögur, við erum með svona hverfisgöngur, við erum með viðveru hérna í hverfunum, sýningu og netsamráð og það það sem svona staðan á þessari vinnu, hún sem sagt í öðrum fasa samráðs í Hlíðunum. Og við höldum svo áfram með vorinu þegar við erum búin að fá inn athugasemdir við vinnutillögurnar. Við vorum hérna í töluverðu samráði 2015 til 2017, þá voru byggðu krakkandi líkön af sínum hverfum í skólunum, við áttum samtöl við MH, það voru haldin íbúafundir, það kom heilmikið út úr þessu og við tókum sem sagt með okkur ýmis atriði sem við unnum sem sagt inn í þessar vinnutillögur. Það var mikil rætt Miklubrautina, hvað verður þetta að gera við hana. Við teljum að svona út úr því hafi komið þessar hugmyndir Miklubraut í stokk. Það eru úrbætur meðfram stoppbrautum, Kringlumýrarbraut, Miklubraut og fleira. Það sem sagt öruggari tengingar yfir stoppbrautirnar, styrking hverfiskjarnanna, óskir íbúan breytingar, fegrun göturýma, göng- og hjólastígar, grenndarstöðvar og svo hverfisvernd á ákveðnum stöðum. Það þetta að skoða allt þetta samráð okkar á heimasíðun okkar og við erum með sérstaklega svona miðasjá það sem hægt að sjá hvernig þessu var háttað þarna á sínum tíma. Við byrjuðum þessa kynningu hérna í Hlíðunum 19. nóvember, þá opnuðum við sérstaklega kynningasíðu sem var tileinkuð þá Borgarhluta 3 Hlíðum. Við vorum hérna í heila viku á Kjarvalsstöðum og tókum á móti gestum, vorum með þessi veggspjöld hangandi uppi og leiðbendum fólki og síðan vorum við með 2 hverfisgöngur laugardaginn 20. nóvember þar sem við fórum svona hverfin og skoðuðum. En þessi kynning hefur staðið yfir í 12 vikur, sem mjög langur tími og lýkur í næstu viku, þannig að þið hafið ennþá tækifæri að gera athugasemdir og koma ábendingar við þessar vinnutillögur. Þetta svona forsíðan á hverfisskipulaginu, ef þið farið inn á hana, hverfisskipulag.is, þá hægt að íta þarna á hnapp sem heitir Hlíðar vinnutillögur og skoða þessar vinnutillögur. Og þetta svona forsíðan á því. Viðburðirnir hjá okkur í Hlíðunum voru þokkalega sóttir, það komu 140 manns hérna á Kjarvalsstaði. Það svona svolítið minna heldur við höfum fengið í öðrum hverfum. Við vorum með 2 hverfisgöngur. Það mættu þar 80 manns sem þetta var bara mjög skemmtilegt og svona það hægt að nálgast sem sagt hérna á sýningunni, þá hérna kassi með eyðublöðum og þar þið getið tekið þessi eyðublöð, fyllt þau út og gert athugasemdir við þau atriði sem ykkur finnst þörf til að gera athugasemdir við, en það líka mjög gott fyrir okkur að fá þetta sent á skipulag@reykjavik.is merkt hverfisskipulagi og þá tökum við það til sérstakra meðhöndlunar. En svona til þess að gefa ykkur innsýn í það hvað komið, þá eru þarna einhverjar innan við 20 athugasemdir sem voru þarna komnar í dag og þær snúa svona að samgöngum. Það að takmarka umferð Miklubraut eftir að hún verður komin í stokk. Það kom þarna athugasemdum að fá borgarlínu í stokk, við höfum ekki heyrt það áður en það má skoða það. Það fegrun Háteigsvegar og draga úr umferð og hraða. Kann að vilja íbúa til að setja bústaðaveg í Hlíðum í stokk. Við svörum þessu í svona athugasemdum. Það eru stígamálin, betra aðgengi fyrir gangandi, það mikið verið að spyrja það. Það vantar betri tenginga við Öskjuhlíðina, bústaðavegurinn töluverð hindrun. Það ýmsar leiðir til þess að þegar við vorum með hverfisskipulagi í Hlíðu í háleiti bústöðum þá vorum við með hugmyndum að setja svona vistlok yfir Kringlumýrarbraut sem svona græn tenging.
það var að bæta aðgengi að Öskjuhlíðinni, það sama málið. Svo var það að bæta aðgengi að vassgeimunum í Vatnsholti. Það einhverjir sem vilja takmarka Airbnb íbúðir, betri grendastöðvar þar sem hægt að skiptast á nytjahlutum, byggingarmálin alltaf vinsæl. Það sem sagt að leyfa byggja við og stækka. Það íbúar við Lönguhlíð sem vilja ekki fá að byggja. Það verið að spyrja svalir á hús, til dæmis í Meðalholtinu, Stórholti og Stangarholti. Það í þessum svokölluðu verkamannabústöðum sem svaralaus hús. Við erum að útbúa reglur í því sambandi. Það spurt að fá að lyfta þökum sem víða hefur verið gert. Það verið að skoða það. Það eru þarna áhyggjur á skuggamyndun að byggð við Miklubraut. Einhverju vilja gosbrunn á Klambratún og við heyrum alltaf þetta almenningssalerni á Klambratúni sem vantar. Og síðan að það kom ekki ómikil byggð á Veðurstofuhæð. Kaffihús í hverfinu með sólríkri verönd, þessi hugmynd nýtt torg við Einholt, Skipholt, það liggur mjög vel við sólu og síðan oft spurt það að lengja opnunartíman á Kjarvalsstöðum. Við erum með í gangi svokallaða netsamráð. Ef þið farið inn á síðun okkar hverfiskipulag.is og inn á þessa hlíðakynningu þá getið þið tekið þar þátt í netsamráði. Það verið að spurja til dæmis þetta torg við sem við kallum Holtatorg, við Einholt, Skipholt, hvernig fólki líst á það, byggðina á Veðurstofuhæð, fá fram skoðanir fólks á því. Það hefur sett fram hugmyndum lausagöngugarð fyrir hund á Klambratúni. Það Klambratún mikið notað af hundaeigandum, þannig að við hvetjum til þess að þið takið þátt í þessu samráði og þessari netkönnun. Eftir að þessum kynningatímabili á þessum vinnutölum lýkur, þá förum við í það að vinna úr athugasemdunum og svara þeim og betur bæta allar tillögurnar og gerum ráð fyrir því að geta verið með fullbúnar tillögur með vorinu. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Ævar. Það hefur verið gaman að fylgjast með samráðinu í gerð hverfisskipulagsins og ég hvet ykkur eindregið til þess að kynna ykkur þetta og endilega senda inn athugasemdir. Og ég veit að Ævar verður hérna til taks aðeins eftir fundin, þannig að þið getið fundið hann. En hér næst Helga Bragadóttir, ráðgjafi og arkitekt og hún ætlar að kynna hugmyndir og vinnutillögur í hverfisskipulagi. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, borgarstjóri, góðu fundamenn hér í raunheimum og í netheimum, gott kvöld. Ég ætla nú að tæpa á helstu atriðum í vinnutillögum að hverfisskipulaginu og fyrirliggjandi hugmyndum. Hér má sjá afmörkun borgarhlutans, Laugavör í norðri, Kringlumýrarbraut í austri, Snorrabraut og flugvöllurinn í vestri og til sjávar í suðri. Hverfin 3 eru Háteigshverfi að Miklubrautinni, Hlíðahverfi að Bústaðavegi og Fossvogskirkjugarði og Öskjuhlíðahverfið eða nýja 102 Reykjavík, Hlíðarendi þar fyrir vestan. Og viðfangsefni hverfisskipulagsins og efnistökin í stuttu máli það að stuðla aukinni sjálfbærni og lýðheilsu. Það skilmálagerð fyrir fastmótaða byggð. Það mótun leiðbeinandi stefnu fyrir þróunar- og athugunarsvæði og að varðveita byggðuminnstu hverfa og draga úr neikvæðum áhrifum umferðar. Allt þetta hefur náttúrulega komið fram hér að vissu marki og ég kannski að sýna ykkur þá hvernig svörin gæti orðið inn í hverfisskipulaginu í það minnsta. Hér sjáum við hinn eiginlega hverfisskipulags uppdrátt þarna fyrir Háteigshverfið en það samskonar fyrir Hlíðahverfi og Öskjuhlíðahverfið. Það sem sagt þarna til vinstri lýsing á hverfinu ásamt stefnu og helstu áherslum á stefnukortunum 7 eða lykil viðmiðunum sem að geti hér áðan
sem eru þá lykilstoðirnar samfélag, gæði byggðar, samgöngur, vistkerfi og minjar, orku og auðlindir, náttúruvá og mannvirki. En stefnan og helstu áherslu hverfisskipulagsins í þessum lykilstoðum að íbúðir og atvinna séu á þróunarsvæðum, að þessi auki framboð verslunar og þjónustu og þessi styrk nærþjónusta. Heilsuefling og öryggi íbúa, aðgengi að útivistar og íþróttasvæðum og ferðaþjónusta. Þetta kannski var meira hér fyrir 2-3 árum þegar vorum að vinna en hugsanlega og væntanlega meira. Takmörkun á starfsemi í íbúðahverfum, hvað snerti gistimöguleika til dæmis. Undir gæði byggða þá það styrking staðarandans, fjölbreyttar íbúðagerðir og fjölbreytt búsetuform, efling afþreyingar aðstöðu og starfsemi á útivistarsvæðum og torgum. Við erum þegar búin að sjá hér Hverfistorg og Hlemm til dæmis. Kyrrlátsvæði eru mikilvæg og hljóðvarnir sem þörf á víða. Þið sjáu þarna til hægri síðan það Hlíðahverfi og Öskjuhlíðahverfi til að skilja ekkert hverfi út undan að því ég sýndi áðan Háteigshverfið. Nú undir samgöngum það náttúrulega borgarvæðing stofnbrauta, það Borgargatan, efling almenningssamgangna og borgarlínu sem mun fara Miklubraut, Nauthólsveg og Laugaveg og efling göngu og hjólastíga og ekki veitir af því sem betur fer, vegna þess að við sjáum mikla aukningu í þeim efnum. Nú hvað snertir vistkerfi og minjar að þá verndun byggðamynsturs og heildaryfirbragðs mikilvæg. Hverfisvernd, friðun og friðlýsing eru það lykilorð og við höfum einmitt fundið að hérna þegar fólk hefur komið að skoða áhugi fyrir því að halda þessu fallega yfirbragði, bæði í Norðurmýri og Hlíðum, Suðurhlíðum og þarna í þessum borgarhluta. Nú upprunalegi gróðurinn og klappasvæði til dæmis eins og við hérna Veðurstofuhæðina af því að hana bara að góma áðan. Og svo náttúrulega þarf ekki að tala grænu svæðin en það þessi takmörkun uppbyggingar með tildi þess og það litið til gegndræpis lóða og borgarlands og ákveðin lágmarks ákvæði og ákvæði varðandi blágrænar ofanvarslausnir. Og menningarminjar eru margar og þarna ákveðna verndun á þeim og margar fornleifar í hverfinu og ég kannski líka svona þylja upp vegna þess að þessi stefnukort eins og þau sjáu mynda þarna, þau semst eru fræðandi og gefa upplýsingar þessi atriði. Vistvæn orka aukin notkun í samgöngum, hleðslustöður rafbíla má til dæmis sjá, staðsetninga þeirra á þessum kortum. Nú það náttúrulega verið að bæta landnýtingu, það aukin uppbygging á þróunarsvæðum, aukin trjágróður til kolefnisbindingar og síðan áhersla á flokkun og endurvinnslu við grenndarstöðarnar. Nú það sem betur fer lítil hætta á náttúruvá og það talað að tré og gróður séu til skjóls undir þeirri lykilstoð í þessu hverfi en hverfi náttúrulega í borginni eru ólík. Síðast en ekki síst það mannvirki, það semst viðhald, endurbætur og viðbyggingar, það skilmálar þessa hluti. Og hérna vegna þess að þetta hverfi nokkuð sérstakt að hérna ef við horfum á þennan bláleita lit, það eru svæði hér sem eru án deiliskipulags. Sem í raun og veru þarf að liggja fyrir áður til uppbyggingar haldið. Gráu svæðin eru deiliskipulögð og fjólublátt eru svokölluð þróunar- eða athugunarsvæði. En það sérst mjög hátt hlutfall breytinga og uppbyggingar húsnæðis í borgarhlutanum hér á grundvelli svokallara byggingarlegs umsókna grenndarkynninga sem oft á tíðum eru tímafrekar og kostnaðarsamar í kjölfarið. En það verður mikið breyting á þegar þetta hverfiskipulag hefur hlotið gildi lögformlegs deiliskipulags, þá verður afgreiðsla markvissari og eins og fram hefur komið þá fylgja ágætt leiðbeiningablöð hverfiskipulaginu. Nú, stóra málið, hvað má ég gera við mína eign? Hvað megum við hérna, hvaða heimild fyrir að gera til að færa húsnæði nær þörfum íbúa og nútíma híbýla og lífsháttum. Til dæmis má nefna gerð kvista, svala og garðskóla, aukaíbúðir ásamt ofanábyggingum á fjölbýlishús. Og þessi mynd hér, þetta svona prinsipmynd, dæmi en ekki beint bundið við hverfin, en ef við bara förum yfir á næstu mynd, þá sjáum við til dæmis mynd hér
Á hægri hlutanum að myndinni það sem verið að lyfta og setja á kvisti í Norðurmýrinni og það eru náttúrulega mörg húsin fagurlega endursteinuð frá því að Stefán bjó þarna sem við sáum á vídeónu á að það er magnað að sjá hvað er verið að gera upp mikið að endurgera fallega og líka að stækka og breyta og bæta og yngjast upp. En skilmálarnir, þeir fjalla líka heimildir fyrir starfsemi, svo sem til dæmis á Hornum og við svokallaðar borgargötur og það kannski þarna efri myndin til vinstri, þar var verslun og því miður eru mörg horn þar sem var verslun, var þjónusta en við erum að sjá fyrir okkur að það getur komið aftur og ekki síður náttúrulega við borgargöturnar eins og litla sneiðmyndin sýnir þarna hvernig lítur út og kemur aðeins nánar að síðar. Nú fjölbýlishúsin við Bólstaðarhlíð og Skipholt sem satt meðfram Kringlumýrarbraut, þau eru nú flest 4 til 5 hæða, auk kjallara og án lyftna. En það má skoða möguleika á að bæta við efstu hæð að því tilskildu að lyfta komu leið. Og þarna getið þið séð eitt myndi bæði þarna til vinstri frá Bólstaðarhlíð og til hægri frá Skipholti og svo myndirnar rúmmyndar fyrir ofan sem sýna þá hugsanlegar ofanábyggingar. Skipholti sem borgargata, borgargötur það verða útfærðar með áherslu á vistvæna samgöngumáta. Sú umbreyting mun gerbreyta ásýnd og allri aðstöðu. Hönnun göturrýma tekur mið af öllum ferðamátum og mun draga úr umferðarhraða, auka umferðaröryggi, minnka umferðarhávaða og mengun og auka þannig lífsgæði íbúa. Skipholt, hérna á myndinni við Bólholt og Háaleitisbraut, verður borgargata, ein af mörgum og hér má sjá nýbyggingar, íbúðar og atvinnuhúsnæði við Háaleitisbraut 1 eins og kom hér fram áðan við Valhöll og þetta eru semst í samþykktarferli og síðan líka þarna á hægri hönd tillaga eða hugmynd að því að reisa eða ofanábyggingu á horn Skipholtsblokkarinnar, Hornhálsbrautar og Kringlumýrarbrautar og síðan nær Skipholtinu sýndu nýbyggingar möguleiki á lóð þar sem hafa verið nokkri bílskúrar frá því á 7. tug síðustu aldar en ekki byggst upp þannig að þetta er svona möguleiki sem mætti skoða hjá húsfélagendur hugmynd sem sett fram hér. Þarna sjáum við líka við nærverslunina sem einu sinni hét Herjólfur að það er svona verið að sýna ákveðna torgmyndum þar. Þetta er verðandi borgargata. Hverfistorgið sem að kemur hér aftur upp að það er þá á móti borgargötunar Skipholts og Stórholts. Þetta hefur nú löngu verið bílastæði, kannski ekki mikið notað, en þarna á að fegra umhverfi enda mjög mikil aukning á íbúðum á svæðinu, bæði á grundvelli deiliskipulags átaks sem hefur staðið yfir allt frá síðustu aldamótum. Það er bara flutt inn í íbúðuna núna, við erum að vinna þarna og byggingarnar ristnar. En síðan er annað sem er mjög skemmtilegt að það er þessi sjálfsprotna uppbygging. Það er breyting á gömlu atvinnuhúsnæði íbúður á efri hæðum og svo fjölþætta þjónustu og verslun sem hefur fengið sterkara bakland á jarðhæðunum. Nú, það er ekki bara hægt að dvelja við þetta hverfi, við þurfum að fara þá að nýrri svæðum og við erum komin nær hér Miklubraut og suður að Hlíðarenda og þetta er mynd af mögulegu fyrirkomulega þróunarsvæði við Hlíðarendan. Sjáum þarna upp til vinstri í blokkina, þarna upp fyrir ofan þetta blálita. En þetta er gatnamót flugvallavegar og Nauthólsvegar. Og þarna sér í gamla loftlega hótelið, nú Hótel Natúra og síðan námsmanna íbúðurnar sem er að rísa hver eining á fætur öðrum, þarna á hægri hönd. Þarna er stoppistöð borgarlínu eins og borgarstjóri vekað áðan við Hverfistorgið og þarna er ráðgerð skólalóð til hægri við það. En við færum okkur nær Miklubraut og sjáum hérna myndir af borgargötunni. Hinni nýju Miklubraut, það sem meginþungi gegnum umferðar fer í stokk. Og þetta eru myndir, svona möguleikar, bæði þarna upp við Stakkahlíð og síðan við Rauðarárstíginn, horft til vesturs á báðum myndum.
Nú eins og kom fram áðan, það voru 5 hópar sem unnu tillögur að uppbyggingu þarna og við ráðgjafarnir hjá Kanon Arkitekta, Teiknistofan Tröð og FSO ráðgjöf sem vinnum saman þessa vinnu í borgarhluta 3 voru með þessa tillögu sem sýndi uppbyggingu og ég ætla nú bara að þakka fyrir mig lokagræðurinu og sýna hvernig við sáum fyrir okkur byggðamynstri sem samtengir Norðurmýri, Hlíðar, Landspítalann, miðbæinn og nýja byggð til suðurs, allt yfir til Kópavogs ef út í það farið. Já, inn í framtíðina. Takk fyrir. Herru, takk hérlega fyrir þetta, Helga, og gaman að enda á þessari glæru með þessari fallegu framtíðarsýn sameiningu hverfisins og hverfishlutana sem ég held að okkur dreymi öllum sem hérna búum og sjáum fyrir okkur. Ég held við séum vel næstuð inn í næsta hluta fundarins sem fyrirspurnarhlutin og eins og ég sagði í upphafi fundar þá var mörg sent inn spurningar fyrir fundin. Við munum taka þær spurningar inn á milli og fá líka spurningar á sal og ég ítreka það að þeim spurningur sem ekki svarað hér, þeim eru svarað og svörunum deilt á netinu. Þannig að öllum spurningum verður svarað. Ég ætla að fara yfir nokkra umferðarreglur, hvað varðar spurningarnar og þetta bara 3 einfaldar reglur. Regla númer 1 bara fólk kynni sig með nafni áður en að bera upp spurninguna og ég bið fólk að kjarna mál sitt svo að sem flest komi stað með spurningarnar og sömuleiðis þið sem svarið, þið kannski kjarnið ykkar mál bara líka. Og númer 3 að spyrja kannski 1 til 2 spurninga í einu og rétti þó frekar upp hönd aftur til þess að komast að aftur. Þannig bara sýnum við hvort öðru virðingu og leyfum fólk öllum að komast að sem þurfa. Og svo ég með smá varatæki þessa hrífu sem ég fekk lánað hjá syni mínum bara leiðin út úr húsi og það bara að ef þið gleymið ykkur aðeins og talið aðeins svo lengi þá ætlum ég bara veif ykkur með hrífunni og minn ykkur á að koma þá með spurninguna. Þannig að já, þannig að ég held að þetta sé ætli bara að ganga vel fyrir sig, er það ekki? Ég held okkur sé ekkert að vanbúnaði þá að byrja og Dagur að þú vilt koma upp og spurning hvort að við byrjum bara á spurningu, ég ætla bara að taka upp verkfærin mín ég ætla að segja ykkur að það manneskja með hljóðnema, sjáu þið þannig að hún kemur til ykkar að þið viljið bera upp spurningu. Og við gætum að sjálfsögðu allra sóttvarna eins og við þurfum að gera. Bara sótthreinsaðar spurningar? Já, einmitt. En ef við kannski bara byrja á einni spurningu úr sal. Já, spurning Hún Eva Bergþóra, hún lappar á milli og rétti mikrofónin. Góða kvöldið, ein stutt spurning sem væri ágætt að byrja á. Jóhann heiti ég, Ólafsson, Hlíðarbúi. Við erum með akbrautir fyrir keyrandi, við erum með stíga fyrir reiðhjólin og önnur ökutæki, svona létt og gangstíga og gangstéttar fyrir gangandi. Mér hefur fundist bíllinn full frekur á þessa gangstéttar þegar að verið að taka úr þeim mikinn halla fyrir innkeyrslu í stæði. Mér finnst að það ætti að duga að vera með sama halla upp á gangstéttina eins og á margar hraðahindranir. Þannig að það væri einfaldlega tekið bara úr fyrir bílinn úr kantsteininum, lítið sem ekkert úr gangstéttinni sjálfri. Og mér langar að vita hvort það eitthvað viljið til þess að fara í að hætta þessu, þó að það sé kannski ekki farið í að laga allt sem gert hefur verið í fortíð. En þetta eru staðirnir þar sem eldra fólki brýtur sig. Þetta halli í sleipu eins og núna, hefur verið nokkra dagi vetur. Einn daginn komu nú inn 1.50 og ég efast ekki að nokkrir þeirra hafa farið illa í svona halla. Takk. Já, takk fyrir Jóhann. Ég hef fengið margar spurningar á íbúafundum en aldrei þessa. Þannig að þú rekur mig aðeins á gat. Ég þekki ekki alveg hönnunarleiðbeiningarnar hvað þetta varðar eða hvort það hafi breyst yfir tíma.
En ég held að við verðum bara að taka þessa spurningu niður og reyna að koma svörum út því að mér finnst þetta bara glögglega athugað en ekki eitthvað sem að ég hef verið með á mínu borði. Má ég ekki bara biðja að nóta þetta á blað og skilja eftir og hún fer þá með svari inn á vefinn fyrir fundina? Já, takk. Við grípum þá kannski bara eina spurningu af netinu nema einhver vilji grípa á sal. Ekki að taka bara eina sem barst fyrir fundin. Það er spurning frá Sigríði Víðis Jónsdóttur. Er vilji hjá borgaryfirvöldum til að kanna formlega afstöðu íbúa í Hlíðunum til þess að hluti af bústaðavegi fari í stokk, líkt og ein tillagan að fyrsta áfanga Miklubrautar í stokk gerir ráð fyrir? Það er ein spurning og önnur spurning hefur verið tekin ákvörðun það hversu margar akreinar verða á Miklubraut og Klambratún eftir að umferðin sjálf fer í stokk. Til þess að svara þessu varðandi bústaðaveginn að þá tillagan sem að var fyrir valin í morgun að hún gerir ráð fyrir allavega einum beygjufasa að bústaðavegi í tengslum við stokkinn en gengur ekki eins langt og í einni tillögunni þar sem bústaðavegurinn að hluta til líka settur í stokk. Það svona svolítið róttakari og kannski dýrari framkvæmd, var ekki hluta af samgöngusáttmálunum en það verður án efa skoðað einhvers konar valkostagreiningu í frumhönnuninni nákvæmlega hversu langt verður gengið. Markmiðið að bæta lífsgæði, að draga úr gegnumstreymisumferðinni. Varðandi það hvort þessi búið að ákveða hversu margar akreinar verða ofan á, að þá bókaði skipulagsráð sérstaklega að það væri fyrst og fremst borgarlínuumferð gangandi og hjólandi sem yrði á yfirborðinu en sem allra minnst af bílaumferð. Það hefur hins vegar ekki verið útfært endanlega og þarf að keyra í samgöngumódulum áður en einhver slík útfærsla kláruð. En ég held að sé einbeittur vilji allra og ég er ekki einu sinni viss að það skiptist svo mikið á milli fólks að þetta til þess að bæta og draga úr neikvæðum áhrifum umferðar á íbúðahverfinu hér. Já, takk fyrir þetta. Er spurning hér úr sal? Einhver sem vill rétta upp hendi og bera frá spurningu? Ég hef aldrei verið á svona rólegum íbúafundi. Gjörðu svo vel. Já, ég heiti Daniel og ég hlíðabúi. Ég var að hugsa með þessa verkefni þar sem að bensínstöðvar eru boðnar út sem lóðir til að byggja á. Var gert eitthvað skoðað í raun og veru menningargildi mismunandi út af því að bensínstöð ekki svona bensínstöð og eins og í Skógarhlíðinni hafa verið miklar hugmyndir hjá íbúum til dæmis að það yrði mögulega kaffihús eða eitthvað skemmtilegt. Það var mjög til dæmis falleg bygging og mér svona leiðilegt út af það svona ákveðin aðför að byggingum eins og þessari og annari sem var hönnuð sem atvinnu. Mér er svolítið leitt ef það yrði farið. Það eru auðvitað alveg ákveðnar bensínstöðvar sem ekkert sérstaklega spennandi en þessi svona til þess að eitt. Og síðan annað sem ég var að velta fyrir mig með borgarlínuna, hvort það yrði ekki stopp við Hlíðarenda. Í raun og veru bara við þetta loftleiðar. Mér finnst það svolítið furðulegt með við íbúðamagn, fólk að sækja það sem verður vonandi mikil þjónusta og líka Hlíðarenda að sækja leiki og annað. Takk. Já, takk fyrir Daniel. Í bensínstöðvarmálunum að þá deiliskipulagsvinnan eftir, þar með talið samráð við minjayfirvöld og það eru gerðar svokallaðar húsakannanir á öllum deiliskipulagsreitum. Ég reyndar í þessu tilviki að þú nefnir Skógarhlíðina hjartanlega sammálaðir að þetta svolítið gimsteinn sem þarna. Maður gæti mjög vel séð fyrir sig skemmtilegt hverfiskaffihús eða jafnvel bara á kvöldin eða veitingastaður eitthvað svona í þessum mjög svona bara skemmtilega arkitektúr og ég hef reyndar rætt það við forsvarsmenn þessu olíufélag sem með þessa stöð
og þannig að það eru þannig pælingar. Ég held að það sé sama olíufélag sem að setja brauð og kó inn í gömlu næturvaktar eða dagvaktar bensinstöðina við Laugaveginn ofanverðan, þar sem að Jón Gnarr fór á kostum í hlutverki sínu sem Georg Bjarnfreðarsson. Þannig að þetta einfaldlega eftir, en ég held að sko, þetta geti bara verið svolítið skemmtilegt fyrir þetta svæði að halda í vissa hluti, prjóna síðan við og gera þetta svolítið skemmtilegt, því að það vantar nú svolítið sko verslanir og einhver veitingastæði þarna megin við Miklubrautina fyrir þennan hluta hverfisins. Varðandi borgarlínustöðvarnar þá ekki alveg búið að botna staðsetningu þeirra. Það eru settar upp til viðmiðunar og það er alveg rétt að það er stöð ekki í Hlíðarendahverfinu sjálfu sem nú þegar byggt, heldur hinum megin við gatnamótin. Það svo sem ekki mjög langt frá, en þá kannski hugsun að nýta uppbyggingarmöguleika í tengslu við loftleiðasvæðið og það torg sem gæti myndast þar fyrir til dæmis lágvöruverðsverslun eða eitthvað slíkt, eða finna því stað annar staðar og þetta þarf að skoða í svona heildarsamhengi. Það eru þetta 400 stúdendaíbúðir hinum megin við gatnamótin, þannig að það eru íbúðir báðum megin, en ég held að svona þær raddir sem ég heyri frá íbúum að nú komið 700 íbúðir, hvenær kemur búðin? Og ég held fyrir alla sem að sko vilja stunda virka ferðamáta og vilja geta hafa búð þarna nálagt, þannig að þetta algjörlega ratar hjá okkur að finna einhverja góðar lausnir í því. Ég get ekki alveg svarað nákvæmlega með endanlega staðsetningu á borgarlínustöð því að það hefur ekki verið ákveðið, en það komið alþjóðlegt hönnunarteymum með mikla reynslu á svona verkefnum sem að mun á þessu ári gera endanlega tillögu á grundvelli svokallara frumdraga af borgarlínu, meðal annars endanlega staðsetningu stöðva. Já, takk fyrir þetta. Þarna komið spurning, gjörðu svo vel. Já, góðkvöldið, Þorleifur heiti ég. Ein af perlum svæðisins sem hér rétt hjá okkur, það gamli Vatnsgeymirinn sem stendur hér við Háteigsveg. Þetta það svæði sem stendur hvað hæst og þarna gríðarlega skemmtilegt útsýni og þarna fara börn að renna sér á sleða og þarna fylgjast fólk upp á gamlárskvöld til þess að fylgjast með flugveldum og fleira. Við síðustu lagfæringar á torfinu utan á geyminum að þá voru teknir burt eiginlega allir möguleikar að fara þarna upp öðruvísi heldur en að setja sig í stór hættu, sérstaklega í færi eins og núna. Ég hef vakið máls á þessu í þessum íbúðakönnunum og fengið þau svör að þetta sé borginni alls óviðkomandi vegna þess að þetta heyri undir hið stóra og duglega fyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur og þar af leiðandi borginni alls óviðkomandi. Nú væri það mikill fengur að fá sæmilega, þó ekki væri nema bara einfaldar tröppur þarna upp þannig að fólk getur farið og notið útsýnis án þess að setja sig í stór hættu. Gæti borgarstjóri hugsað sér að beita áhrifum sínum í stórfyrirtækinu Orkuveitu Reykjavíkur til þess að fá þetta í gegn? Já, takk fyrir Þorleifur. Það nú svona fræg saga af einhverjum þingmanni utan á landi sem var á framboðsfundi og einhver var að nefna flugvöll og hann svona sagði við aðstoðarmanni skrifaðu flugvöll. Þannig að ég bara benda á Pétur og segi skrifaðu tröppur. En þetta alveg rétt, þetta nefnilega dásamlegur staður og mér finnst það bara góð hugmynd hvort sem að það komið til kasta borgarinnar eða Orkuveitunar. Mér finnst þetta skipta máli að þetta sé gengt og krakkarnir nota þetta sem sleðabrekku og munu væntanlega áfram gera til norðurs. Þannig að þetta bara fín ábending og góð hugmynd. Já, takk fyrir það. Við kannski grípum bara spurningu sem barst fyrir fundin og það eru 2 spurningar þar sem tengjast skólamálum í hverfinu og þú nefndir áðan þessar hugmyndir safnskóla og mér langar bara að benda þeim sem eru að hlusta og hafa ekki séð þessar sviðsmyndir og langar að kynna sér betur og það má finna á vefnum. Við tókum saman til að mynda hægt að nálgast hana bara á Facebook síðu íbúðaráðsins í mjög nýlegri færslu þannig að það bara eitt klikk þar, annars það inn í fundargerð hjá ráðunin og vef Reykjavíkurborgar.
En önnur spurningin nafnlaus og hún svona: ég mjög fylgjandi safnskóla úlingastigi, þannig gæti nemendum verið boðið upp á meira úrval í valgreinum og hægt að nýta ýmsa sérþekkingu kennara og starfsfólks fyrir nemendum með sérþarfir. En enginn vill að úlingurinn sinn þurfi að labba 2 kílómetra í skólan og margir hugsa sér að keyra þá. Hvernig hægt að leysa það mál? Ókeypis strætóferðir eða skólabíll sem færi gegnum hverfið á morgnana og 1 til 3 ferðir síðdegis. Þetta sérst önnur spurningin og ég ætla bara að taka í leiðinni, tengjast báðar þessu. Og það spurning frá Silju Björk Huldudóttur. Munu borgaryfirvöld standa við fyrri fyrirheit uppbyggingu og stækkun Háteigsskóla þannig að skólinn geti hér eftir sem hingað til þjónað því hlutverki sínu að vera heildstæður hverfisskóli fyrir 1. til 10. bekk og þar með þunga með að hverfisins í félagslegum samskiptum og spyrjandi óskar eftir já eða nei svari við þessari spurningu. En þetta eru 2. Já, ef við byrjum á þeirri síðari, að þá viðbygging við Háteigsskóla einn af kostunum sem að í þessu sviðsmyndu sem núna í þessu samráðsferli, og það veltur svolítið á svona heildarniðurstöðunni úr samráðinu hvort að sá kostur verður ofan á. Og ég áttam á því að þetta hvorki já né nei, heldur ég að vísa í þetta samráðsferli sem núna í gangi, þar sem að mér hefur fundið standa upp úr í samtalum mínum við foreldrafélögin og reyndar líka skólastjórnendur á fundum í vikunni, að almennt heyrist mér safnskóla konseptið eða svona hugmyndin mælast nokkuð vel fyrir eins og hjá fyrri fyrirspyrjendunum. Svona fólk sér fyrir sér að þetta getur verið spennandi fyrir unglinga og spennandi svona varðandi skólamálin, en spurningarnar vakna mitt meðal annars samgöngumálin og hvort það sé langt að fara og svo framvegis og hvaða lausnir sé í boði til þess að mæta því. Og það kemur fram í samantekt starfshópsins sem leggur upp sviðsmyndirnar að eftir því hvaða niðurstaða verður eða hvað tillaga verður á endanum gerð þá þurfi að útfæra þessa hluti þó að það hafi ekki verið gert í smáatriðum fyrir alla sviðsmyndirnar 5 á þessu stigi. Þannig að það held ég að geti skipt verulegu máli með það sem ég heyri bara hug fólks til þessara hugmynda yfir höfuð. Þannig að ég bara tek það með mér inn í næstu skref í þessu. Raunar var þó bent á skólastjórnendum að staðan þannig nú þegar í dag að þeir sem búa í raun vestast, til dæmis í Norðurmýrinu og sækja skóla í Háteigsskóla náttúrulega að labba meira að minna alla þessa leið í dag þó að Snorrabrautin myndi vissulega bætast við. Þannig að kannski þurfum við líka bara aðeins að kortleggja hvar krakkarnir búa í dag og hversu langan veg þau að fara og hversu mikil breyting þetta Akkurat, takk. Kannski spurning úr sal, já, ég sé hendi þarna. Já, góðan daginn, góð kvöldi, Linda Ósk heiti ég. Ég íbúi í 102 og kennari í leikskólanum Hlíð. Nú verið að gera ævintýraborgir hérna út allt og það meðal annars á við skóla, eða sem sagt námsmannaíbúðirnar á Nauthólsvegi, já, og hugmyndir skóla það ekki við Vörðuskóla. Þannig að það nú svolítið gott, en það nú svoleiðis að skóli ekki bara skóli, það ekki bara húsnæðið, það vantar líka starfsfólk í þessu skóla og ég held að við verðum svolítið að hafa það í huga þegar að við erum að lofa eða segja að við ætlum að opna einhverja skóla, við þurfum líka fólk og við vitum alveg hvað við þurfum að gera til að fá fólk. Annað sem ég langar svolítið að beina á sjónum okkar aðstaða unglingarna okkar í hverfinu. Við höfum ekki haft húsnæði fyrir félagsstarf síðan að Tónabær var og hét eiginlega þegar við vorum unglingar. Þau eru búin eins og í Hlíðaskóla hafa verið í Ýmishúsinu held ég og það alveg komin tími á að það verði byggt eitthvað svona samkomu miðstöð fyrir okkur í hverfinu.
þar sem ég var nú alltaf með hugmyndum að við myndum byggja hérna við hliðina, þar sem að þjónustumiðstöðin eða þar sem að garðyrkju fólki okkar hefur aðstöð. Allt og gott stæði til að hafa bara undir verkfæri. En nú bara fullt að lausu plássi í 102, til dæmis bara út á horni hjá mér, það bara hóla sem að væri hægt að byggja þetta flotta hús þar sem að við getum kannski bara haft aðstöðu fyrir börn og fullorðna og eldri borgara og allan hópinn og jafnvel grunnskóla. Að því að mér finnst sem skólamannskja, finnst mér ótrúlega leiðilega þessi bútingar sem alltaf verið að byggja við skólan. Þú veist, við bara að byggja flottan skóla og við hverfi okkar að stækka alveg rosalega og við þurfum bara flottan skóla. Og hvort sem það í þessari hólu eða einhvers staðar annars staðar, þá bara skiptir þetta miklu máli. Og við þurfum bara að hafa þar bæði leik og grunnskóla. Takk. Já, takk fyrir Linda. Þessa herkvöð á fundi með stjórnendum í skólastarfi var einmitt nýr leikskólastjóri ævintýraborgarinnar sem á að vera við Nauthólsveg sem þú varst að nefna og ég spurði hana beinlínis hvernig gengi að ráða vegna þess að auðvitað það lykilatriði alveg hárrétt hjá þér og hún var nú bara brött. Það kannski ekki allir sem átt að sjá því að við höfum fjölgað leikskólastarfsfólki síðan 2018 350 í borginni og til þess að mæta þessari þörf núna á þessu ára þegar við erum að fjölga leikskólum töluvert mikið þá þurfum við 150 viðbót. Það auðvitað mikið en við höfum alveg sýnt bæði með kjaramálum og bættum starfsaðstæðum að það hægt að laða að gott og metnaðarfullt fólk. Það skólalóð frátekin við Nauthólsveginn til að byggja grunnskóla. Við erum ekki alveg búin að tímasetja það, satt bara að segja, og ævintýraborgin verður þar tímabundið fyrst. En höfum verið að fylgjast með þróun nemendafjölda í skólanum í kring og þessi greiningöldsömun snertir auðvitað svolítið á því líka hvað við metum að því að við viljum bæði hafa auðvitað gott skólahúsnæði til þess að mæta krökkunum en ekki byggja á mikið heldur og þetta getur verið svolítið vanda að spá fyrir þetta en ég heyri þína hvatningu og hlusta algjörlega á hana. Það þarf að passa upp á þetta. Varðandi félagsmiðstöðvarstarfið þá það í skólunum sjálfum og það gengur býsna vel þó að það kalli á tíðum á mikla útsjónarsemi af hálfu starfsfólks og unglinganna og í COVID og það kom fram hjá félagsmiðstöðvarfólkinu í morgun að þá hefur þetta verið dálítið snúið að halda hólfaskipt og svo framvegis í þessu. Eina frávikið hér á þessu svæði, ef við erum að tala þessa 3 skóla, í Austurbæjarskóla þar sem að spennistöðin við hliðin á skólanum sem auðvitað mjög fín aðstæða í gamalli spennistöð sem Orkuveitan átti. Takk fyrir þetta. Og einmitt, þessi menningarmiðstöðvar hugmyndir, þær eru oft ræddar í íbúafundum og verið gaman að sjá það þróast. Og svo langum að minna líka á samfélagshúsi upp frá Bólstaðarhliðinni sem eru að opna dyr sínar fyrir íbúum hverfisins með alls konar hugmyndir. Þannig að ég hveti ykkur að kíkja á það líka. Ég held ég grípi bara eina spurningu sem barst fyrir fundin frá Guðmundi Hjaltarsyni. Hver framtíðarsýn borgarinnar á Lönguhlíð og allar hugsanlegar úrbætur tengdar við Miklubrautarstokk? Já, framtíðarsýnin fyrir Lönguhlíð að hún skilgreind sem ein af borgargötunum. Það að segja að hún muni umbreytast, eins og þið viti kannski þá kannski einna fyrstu kynslóðar hjólastígur við Lönguhlíðina, en þetta nú ekki mjög merkilegur í dag. Og við sjáum fyrir okkur að endur hanna Lönguhlíðina og það bara eitt af því sem að verður svolítið gefinn tónninn með í hverfisskipulaginu, hversu svona langt það fer þá til norðurs og suðurs og hvort það verði mismunandi karakter og mismunandi stöðum. Við erum í brautinni þetta verkefni varðandi
svona að gera hönnunar leiðbeiningar fyrir borgargötur, reyndar upp í Árbæ, í gamla Róabænum, að þar allt komið á fullt að innleiða svona þessa sýn, þannig að við sjáum þetta fyrir okkur við mismunandi aðstæður, en Langahlíðin, það var margir bent á það að hún kallar svolítið á yfirhalningu og þó að þetta tengist óbeint að því leyti að þetta með gatnamót við Miklubrautina, þá finnst mér þetta ekki að hanga á stokkahugmyndinni. Þó að það getur vel verið að það sé óskynsamlegt að vera með framkvæmdir við báðar götur í einu. En það meira útfærsluatriði. Takk. Einhver spurning úr sal? Já, gjör svo vel. Takk fyrir. Ég var nú áðan að tala bílastæðamálin, en þetta var mjög loðið hjá mér og svarið samkvæmt því. Nú ætla ég að vera aðeins skýrari og spyrja, ekki þegar verið að veita leyfi fyrir nýju byggingum og fjölbýlishúsum að þá verði bílakjallari þar undir minnst og kost á einni hæð og síðan annar staðar þar sem að hægt eru bílastæði, hvort það sé ekki hægt að koma þeim fyrir á 2 hæðum eins og eru sumstæðir í borginni, hvort sem það eru vegum borgarnar eða einkaaðila. En ég veit hins vegar að þetta mikið púsluspil dagur, en ég dáist álítið að því hvað það stendur vel í þessu. Takk fyrir. Þakkaði fyrir. Ég var reyndar dálítið duglegur að púsla þegar ég var lítill, sko. En í meginatriðum, sérstaklega á þessum þéttingarreitum, þá í meginatriðum þegar við erum að byggja stærri fjölbýlishús, þá iðulega bílakjallari undir. Það eru aðeins frávik frá þessu yst eins og í Úlfarsárdalnum, þar á einstaka stað eru bílastæði á yfirborði, en stæðunum fækkar eftir því sem húsin eru nær borgarlínustöðum og svona þessar tækifærum til þess að nota almenningssamgöngur og svo framvegis. Þannig að þetta metið núna skipulega á hverjum einasta reit hvað uppbygging kallar á mörg stæði. Og ég reyndar ætti að nefna eitt, að það svona ný hugsun til viðbótar eins og sést í skipulagi í nýju hverju Skerjafirði og upp í Ártúnshöfða, að í staðinn fyrir að vera með bílakjallar undir öllu sem nokkuð dýrt, að vera þá með bílastæðahús. Og síðan þegar kannski ferðavenjur hafa breyst þegar árin líða, að þá þetta byggja eitthvað annað í staðinn fyrir bílastæðahúsin, það ekki lengur jafn mikil þörf fyrir þau. Þannig að það líka svona nýjung sem verið að breyta upp á í nýju skipulagi. Já, takk fyrir. Ég ætla þá að grípa aðra spurningu sem barst fyrir fundinn. 2 spurningar frá Elínu Rafnsdóttur sem spyr hvort eigi að fara í frekari framkvæmdir í Öskjuhlíðinni, en hún hefur áhyggjur af þessu fallega útivistarsvæði. Og spyr síðan líka hvers vegna voru ekki sett undirgöng frá Litluhlíð yfir í Öskjuhlíðina. Þá hefði verið hægt að taka ljósin í burt og umferð farið greiðlega svæðið. Já, ég kom aðeins inn á það í kynningunni að það þessi sýn perlufestina að búa til svona hringtengingu Öskjuhlíð sem auðvitað framkvæmd, en hún á forsendum Öskjuhlíðar sem útivistarsvæðis og svæðis til að njóta kyrrðar og að vera út í náttúrunni. En þar með værum við auðvitað að gera Öskjuhlíðina aðgengilega, en við viljum ekki fórna þessum þáttum í Öskjuhlíðinni sem annars konar stígar, skógarstígar og annað slíkt. En perlufestin svona á að vera svona hringtenging engu að síður sem að gerir hana aðgengilega. Hinn spurningin var frá Elínu. Það var varðandi, var ekki göngu, stígur undirgöng undir Litluhlíðina, Já, ég veit ekki til þess að það hefur verið rætt og raunar sko að því að raunar svona meira ákall eftir að hægja umferðina frekar en að hraðinni, hvort sem það bústaðavegur eða aðrar götur sem tengjast hverfinu. Svo svolítið lúmst mikill landhalli þarna reyndar líka sem að kannski gerir þetta svona tæknilega erfitt, en ég bara hef ekki alveg svarað við þessu hvort að þetta hafi verið skoðað. Já, því verður þá svarað, ég bara svo spyrjandi viti, því verður þá svarað á netinu.
það fer svona að styttast í annan endan hjá okkur ef einhver er að brenna inni með spurningu og langar að, já, þarna koma 2 hendur á loft, gjörðu svo vel. Það var, ég held að hún hafi verið fyrst þarna fyrir aftan, já. Gott kvöldi, ég heiti Ingunn og býð í Skipholt og það fór ekki fram hjá mér áðan að Skipholt er svokallað borgargata en ég myndi gjarnan kannski vilja spyrja hvort við getum fengið aðeins meiri skilgreiningu á því hvað felst í þessu orði að vera borgargata íbúðabyggðar og hversu margar slíkar götur eru í hverfinu, þessum 3 hverfum sem við erum að fjalla um hér. Takk. Skilgreining á borgargötu hún nokkurs konar aðalgata í viðkomandi hverfishluta. Hún einkennist af því að það ekki bara hugsað fyrir þeim sem aka, heldur líka þeim sem ætla að ganga og hjóla. Gróður og græn ásýnd áberandi í borgargötum en það líka hugað að setsvæðum og öðru við hönnuninnar. Þannig að við getum sagt þetta kannski svona götur sem að borgin segir hér svona falleg gata sem við leggjum áherslu á, hér á að vera gott að vera. Ég get ekki alveg svarað því eftir minni hvaða götur í hverfinu eiga að vera borgargötur en mig grunar að auk Skipholt sé það Langahlíð allavega, það Snorrabraut alveg örugglega. Hvort það Flókagata ég ekki alveg vissum en þetta eru svona, þetta eru sem ekki allar götur en svona velvaldar götur og það tekin afstaða til þess í hverfisskipulaginu, þannig ef þið skoði hverfisskipulaginu og þær tillögur og finnst vanta einhver gata sé borgargata eða eru með aðra ábendingar þetta þá ekki hika við að senda okkur á ráðgjöfunum línur, þá skoðum við það. Þeir sem eru glúrnir að leita geta fundið drög að hönnunarleiðbeiningum fyrir borgargötur en við erum eins og ég segi að þróa það á nokkrum stöðum. Þetta eins og Rofabær í Árbæ, Austurberg í Breiðholti, ég gæti trúað að Hofsvallagatan verði borgargata og þannig að þið áttu ykkur, þetta svona þar sem aðeins meiri þjónusta, ekki bara íbúðir og svona mannlíf í bland við umferð, en við viljum að umferðin sé á forsendum mannlífsins, aðeins hægari, en þetta svolítið grænt, þetta svolítið vistlegt og við ætlum að reyna að hafa þetta fallegt og skemmtilegt. Takk, það var önnur hérna. Og ein hérna fyrir aftan. Þannig ég bara punkta það. Já, ég heiti þá Jóhann og Ólafsson og Hlíðarbúi. Ég get ekki á mig að segja þér að þú nefndir Dagur að fólk ætti að geta notið ró og næðis í sínum gangaferðum Öskjuhlíðina. Og einnig nefndur áðan að í könnun meðal íbúa hefði komið fram að þeir vildu helst að hlíðin væri ekki snert eiginlega, fengi að halda sér sem þetta góða útivistarsvæði sem hún En ég sendi nú einn lengra erindi með þessari spurningu, fæ kannski svara á því á netinu, en finnst þér að upplásnir loftkastalar með tilhörandi hátalaraglamri og ég tala nú ekki þessi svifbraut sem þarna, falli að þessari hugmynd. Sjálfur, já, ég bara skora á þig að fá þessa svifbraut tekna niður og hún örugglega fín og gaman að leika sér í þessu en hún á engan veginn heima á þessum stað. Ég fengi þessa ábendingu að fólk finnist svifbrautin ekki málið þarna. Aðrir hafa verið ansi ánægðir með þetta og varðandi hoppukastalann að þá heyrum við líka frá fólki sem finnst bara ekki mjög mikið af afþreyingu fyrir börn og fjölskyldur í boði og fagna því að fá svona einhverja tilbreytingu. En hoppukastalar náttúrulega færanleg mannvirki og ekki eitt skipti fyrir öll. Hitt var tilraunaverkefni til 1 árs
og mér finnst eðlilegt að því að það ár líður núna einhvern tímann í vor að bara kalla eftir sjónarmiðum varðandi þetta og heyra bara svona aðeins hvað fólk segir. En það þetta með sko hvenær svona skrækir og hlátrasköll, það bara skemmtilegu hluta mannlífinu eða rýfur það kyrrð sem við viljum hafa á þessu svæði. Mér finnst bara með að ræða það og hvort að við, ef við viljum hafa leiki barna á einhverjum stað að við séum þá að skilgreina einhverju önnur svæði sem kyrrðarsvæði í Öskjuhlíð og svo framvegis. Ég held við verðum bara að finna þarna einhvern balans af því að borg gengur svolítið mikið út á það að við búum hérna saman og tökum tillit hvert til annars og það má líka vera skemmtilegt en við þurfum líka að hafa friðsæl svæði þar sem við förum til að njóta kyrrðar. Og Öskjuhlíðin að stóru hluta náttúrulega slíkt svæði en spurning hvort að þetta eigi við og það eru örugglega eitthvað skipta skoðanir það. Það mín upplifun alltaf. Já. Gjörðu svo vel. Hæ, ég heiti Jóhannes, ég bý hérna í Norðurmýrinni. Með svona einn takmarkaði þáttur kannski hjá fólki sem vill kannski lifa með svona meira virka ferðamáta, hjóla og ganga og svona náttúrulega hálka og líka náttúrulega fyrir fólk sem með hreyfihamlanir og slíkt. Einhver stefna með upphitað stíga eða verið að gera upphitað stíga eiginlega bara spurningin í borginni og hvernig stefnan með það? Svarið já, við höfum gert ákveðna upphitaða stíga. Það var gerð kannski svona ákveðin tilraun í upphafi að vera með svona stóran samgöngustíg upphitaðan. Þetta gagnlegt en þetta líka dálítið dýrt ef þetta út allt, þannig að sjónarmiðin hafa kannski verið að takmarka þetta við þar sem að eru brekkur eða það mikill halli að það erfitt að leysa einmitt hálkuvarnir á annan hátt en þetta verði ekki almenn regla, jafnvel þó við eigum slatt af heitu vatni. Þannig að þetta þar sem að fólk flest eins og við Laugaveg og þar sem verið að taka svæði gegn í miðborginni að þar upphitun undir gangstéttum en svona almennt í stígakerfinu hugsa ég að við verðum ekki með að upphita það en hins vegar höfum við verið að bæta bæði í mokstur og hálkuvarnir á stígakerfinu almennt því að við viljum og það svona svolítið prinsipphugsun að fólk geti treyst því að geta nota virka ferðamáta allt árið og helst í öllu veðri og að það sé ekki bara svona mestu harðjaxlarnir sem gera það. Takk fyrir þetta. Það spurning klukkan núna 7:10. Ef að taka eina spurningu sem barst fyrir fundin eða einhverja brenninni? Já, ef einhverja brenninni í salnum að gera að koma því að núna en svo förum við kannski bara að segja amen eftir efninu eins og amma sagði alltaf. Já. Mér sýnist að fólk sé nokkuð mett og kannski margt líka bara að melta eftir öll erindin og þessi fundur verða aðgengilegur á netinu eftir fundin þannig að það hægt að kíkja á þetta aftur og skoða það sem maður vill skoða betur. Ég hef heyrt að þessir íbúafundir eru skemmtilegasti þegar þið horfið á því þriðja sinn. Já, það áhugaverð hugmynd. Ein spurninga þegar nýja hverfið okkar á Hlíðarenda. Það eru nokkra spurningar varðandi það sem bárust á netinu og þessum spurningum verður svarað. Ég ítreka það, en það til að mynda hér spurning. Önnur spurningin frá Polly. Gríp niður með margar spurningar. Hvernig fara hugmyndir þéttingu byggðar og bílausan lífstíl saman við þá staðreynd að hverfið matareyðimörk? Og þá tengist hún næstu spurningu sem frá Bjögga sem segir hvernig standa mál með verslun og þjónustu á Hlíðarenda. Hafa rekstraraðilar sýnt hverfin áhuga og hefur borgin upplýsingar hvort það standi til að opna verði matvöruverslun í hverfinu? Rekstraraðilar hafa sýnt hverfinu áhuga, ég veit það. Við höfum samt ekki haft spurnir af því að einhver sé búin að ákveða að koma sér fyrir þarna. En við höfum átt í samræðum við þessar stóru matvörukeðjur einmitt stærðir, hvað þarf að reikna með mörgum fermetrum fyrir búð og við vonumst satt bara að segja eftir því og við vorum að auglýsa skipulag að fleiri uppbyggingarreitum til þess að það verði svona
stærri klasi sem þá girnilegra að þjóna og hugsum í raun svæðið sem eina heild þá sem núverandi Hlíðarenda svæði, uppbyggingarreitirnir og stúdendaíbúðirnir við Nauthólsveg og kannski til framtíðarsvæði í kringum Hótel Loftleiðir og þar og ég mjög áhugasamur og hef þess vegna verið að spyrja svolítið eftir því þegar ég á samskipti við þessar verslunarkeðjur hvernig þau sjá þetta svæði og hvernig því verður best þjónað með verslun því að Polly ekki svo eina sem hefur verið að benda á þetta að það vanti ennþá búð á Hlíðarendasvæðið. Það er gaman að sjá það blómstra þetta hverfi og vonandi verður mikið verslun og þjónustu þar. Já. Jæja, góði gestir, takk kærlega fyrir frábæra spurningar og gott samtal hér. Það margt búið að koma fram í máli mælda hér og eins hjá ykkur og mér langar bara að nýta mér aðeins aðstöðu mína fyrir íbúar og segja ykkur að við fundum alltaf 4. hvern þriðjudag og það hægt að hafa samband við okkur, senda okkur tölvupóst, allar upplýsingar það eru á vefsíðu Reykjavíkurborgar og við erum líka með Facebook síðu þar sem við reynum að velta málunum fram. Þannig vek athygli á því og ég vek líka athygli á að þið geti komið ábendingum á framfærin á vef borgarinnar en á ábendingavefnum. Það er komið nýr vefur hjá borginni sem mjög aðgengilegur og góður, þannig hvet ykkur til að kíka á það. Og svo langar mig að minna á hverfiskipulagið að það frestu til 9. febrúar og það bara hverfiskipulag.is, það ekki rétt, Ævar? Og það þá könnun líka að fara í loftið sem ég vonast til að sjá sem flesta íbúa í hverfinu taka þátt í og ég held að ég þurfi ekki að segja fleira praktískt. Nei, bara þakka þér Margrét fyrir skörulega stjórn á fundinum, þakka ykkur fyrir komuna og öllum sem hlýddu. Góða stundir.